Jæja, shift happens enn og aftur. Ég heiti Mílan og með mér góður vinur minn Hilmar. Góða kvöldið. Og við erum bara í góða stuði eins og alltaf, eða ekki? Jú. En við erum ekki bara við, tveir núna. Nei. Þannig að við erum með góðan vin okkar. Ímyndaðan vinn þá var það? Já, við erum með svona kynlífsdúku. Og sást samt ekki, hún var aftur í hóndinni. Já. Hann búið að nota hann eins. En ekki ég samt. Nei, þetta var kameramaðurinn. Hann, ekki við. Já, alveg rétt. Já. Segjum það bara. En hver með okkur? Þetta góður vinnur okkar, hann Palli Hlins. Hann meiri vinnur þinn samt. Ég þekki hann ákveðlega, en meiri vinnur þinn, sko. Þannig við bara bjóðum velkomin, Palli. Hvað segir kallinn? Ég bara góður, en þið? Bara fínir, sko. Það gott, það ekki. Það ekki besta leiðin þess að eyða mánudagskvöldi? Það bara best, sko. Maður alltaf slakur eftir helgina, sko. Mánudagar eru svona besti dagarnir þegar svo ógeðslega langt í næsta mánudag. Það eiginlega svolítið þannig, sko. Finnst þér mánudagar góður? Já, það þegar svo langt í næsta. Það bara svoleiðis. Ég eiginlega ekki sammála því. Það bara mánudagar eftir vinnu, það bara geggjað því það svo langt í næsta mánudag þessu vinnudag, sko. Ég hugsa bara hvað fucking langt í helgina, sko. Skiptir engu máli maður. Þetta alltaf sama hjá mér, það skiptir ekki máli hvort það sé helgi eða virkudagur, það alltaf vinna. Þú náttúrulega reyka bara í rekstur, þannig að það er svolítið þannig, sko. Er það svolítið þannig þegar maður segir bara að hætta 8-5 vinnum minna og fara í rekstur og vinna þá 24 tíma? Það er eiginlega svolítið þannig, sko. Það er bara, já, það er bara svolítið þannig, sko. Og yfirleitt ef ég er heima eða einhvers staðar, þá er maður að fá símtöl eða maður að svara póstum eða brainstorm eitthvað eða eitthvað svona. Þú veist, ég vil bara að klára eitthvað sem ég glemdi yfir daginn, sko. Ná, þannig að þú ert miklu minna frí. Þú eftir ekki við frí, sko. Nei, ekki neitt, sko. Ég fór til útlanda í helgarferðin daginn og ég var bara að svara póstum og bóka og eitthvað á meðan, sko. Þannig að það er ekki mikið frí. Þú sá gæi á tónleika sem er alltaf bara eitthvað svona þörfupóst og eitthvað. Já, maður svona reynir að slaka það. Ef maður er í einhverju svona tónleikum eða einhverju þannig, sko, þá reynir maður að slaka því. Já, erfið samt. Já, það er það, sko. En maður þarf að vera með puttan á púlsinum af því annars missir maður af. Já, það er blámálið, sko. Bara að vera vakandi. Það er einmitt svolítið. Það gerir það, sko. Ég er alltaf vakandi, sko, nema því ég er ekki á vakt. Þá er ég bara leitað yfir heima, sko. Það er kosturinn við að vinna, sko. Það er einhver að vinna, þú ert ekki það. Á frívaktum? Þú vinnur í viku eða ekki og svo frí. Ég vinn 5 dagar, svo er 5 dagar frí. Já, það er náttúrulega luxus, sko. En ég myndi ekki að 12 tíma, sko. Það er líka verið. Samt ekkert mál, sko. Ég svo frekar að vinna lengri daga og færri daga, sko. Ég tek það. Ég er bara svo Hilmar, hann tekur bara veikindaga reglulega til að fá frí. Nei. Og þetta er Addi ekki að horfa. Hann er alltaf veikur þegar hann er veikur, sko. Hættir. Já. Bara, það er ekki sniðið, sko. Já. En þú ert mikið bílakall. Já, hefur verið það. Hefur verið það. En þú ert alltaf, náttúrulega, kannski bílum með aðeins með persónalífinu, bara hvernig er dagur í lífi Palla? Hvað ertu dagstæðilega að sinna og gera á? Ég það er rosa misjafnt hvað ég er að gera og ég er að reka 2 fyrirtæki, þannig að það er mjög mikið af verkefnum sem að sinna því. Þannig að ég vakna svona 9:30 eitthvað svoleiðis, byrja að vinna 10, ég er enn ekki vaknað fyrir það. Nú bara svona næs? Já, en ég fer ekki að sofa fyrir svona 2-3, sko, það er svolítið svona, svoleiðis. Ég er svona stay late, wake up late guy, sko, þannig að já, svo er bara misjaft, stundum er ég að gata, stundum er ég að flúra, stundum er ég bara að sjá ekstra hluti, ekstra vörur, pantanir, bókanir, alls konar svoleiðis, eða bara pantavörur og eitthvað svoleiðis, þannig að það er svona rosa misjaft eiginlega bara hvernig dagurum minn er, sko. Já, þú með tattústofuna, flúrstofuna, Dragonflying, í Kringlunni, eða ekki? Jú, og svo erum við nýbúin að kaupa Iced Out, og það er komið inn í Kringluna líka og við erum bara inn í sama húsnæði, bara búið að skipta í tvent, þannig að þú ert með lokka og líkamsskart öðrum megin og skartgripi hinum megin, en þú getur verslað bara alltaf á sama staðnum og eins pantaða á netinu, þá getur þú pantaða á sama, búið að tengja síðurnar okkar saman, þannig að þú getur pantaði skartgripi og lokka og svoleiðis, fengið það allt saman sent. Þannig að
Það svona búið að vera smá eða búið svolítið mikil vinna í því að samina það núna upp á síkasti sko. Já, það er bara gaman. Bara stækka. Algjörlega. Gera það einhverju meiru. En þannig það nóg að gera. Það er það. Þegar kemur að því sko. Þannig að til þess að kúplót, hvað er það bílarnir aðað málið? Já, sko ég reyna að fara alveg reglulega upp í skúr og ég er náttúrulega með 2 driftbíla og svo náttúrulega einhverja aðra líka bara sem að fylgja. Og það er náttúrulega fyrir hellingstími í það svo sem sko. En þetta byrjaði allt einhvers staðar, það ekki? Jú. Þegar maður var gutti. Þetta byrjaði bara fyrsta Honda Civicnum sko, já, bara Honda Civic, fyrsti bíllinn. Kungablár eða? Nei, hann var svona babyblár eitthvað sko. Kungablár er dökkur sko, hann bara svipar á borði hérna sko. Já. Hann er hræðilega blár sko. Þannig að, og svo var maður búinn að lækka hann og setja filmur og xenonljós og eitthvað. Það var náttúrulega bara lækka filma xenon, það var það fyrsta sem maður gerði þegar maður var... Hvað, engin keila? Var ekki keila aftur í? Jú, svo bastu keila við veit það. Nei, ekki bara keila. Þú tróðst einhverju bassabóksi. Bara, þú veist, þetta var bara orðið partur á bílunum manni. Já, þetta var risastórt sko. Já. Ég man. Allt eitthvað, já. Ég held að þetta hafi verið 212 eða 215 tómur keilur eða eitthvað sem að valla passa í skottið sko. Það tók bara allt skottið. Já. Man félagið mér var með bara svona EK, þannig að hatchback. Þannig að það var rísakjöf, 3000 keilur, það var bull. Og það titraði núnbrutana af sko. Já. Bara svona ryðguði í sundur sko. Og það var keira eitthvað, og sé bara núnbrutana dettur af bílnum. Það var ekkert eftir að það er að neina að það er sko. En þú ert mjög tengdur Lóis. Já, ég hefur náttúrulega verið bara frá upphafi og við Norvel náttúrulega, þetta byrjaði bara einmitt þegar ég var á Civicnum og hann var okkur golf og ég held reyndar að Hilmar sé bara ennþá, nei, þú áttir hatchback-Hondu líka þá, eða ekki? 15 röð. Já. Svo keypti ég þessa hvað árið seinna. Jú. Já. En það var oft sem að maður var einhvers staðar rúndandum og með Norvel hangandi út úr hliðin á bílnum að taka einhver rolling shots og eitthvað svo leiði sko. Þetta var svona filmað í Mexíkó, já. Við skulum orða það þannig. Nei, Ásbrú, hann má alltaf Ásbrú. Já. Er það Ásbrú Mexíkó? Já, basically sko. Þetta er ekkert betra. Nei. Ég býð Keflavík, ég tekið alveg sko. Því miður. Það eitthvað vatnir með hana í Ásbrú heldur? Svo mikið að glæpa hana? Nei, hætti þessu. Það er nú allt sem gerist í Reykjavík eftir Keflavík. Það er allir bara að vinna í törskunum og flugvöllunum og... Já, algjörlega sko. Og bara á engin tíma til þess að gera glæpa sko. Nei, svo er maður bara búinn að vera aðeins að sinna öðrum verkefnum og að vera aðeins minna í kringu Lói svona síðustu ár kannski. Alltaf verið á hliðlínu, svara fólki, græja limmiðana fyrir merkingarnar á bílunum og svo leiðis. Já. Þannig að það er náttúrulega lífið kemur fyrst sko, business og... Já, fullt af verkefnum hjá öllum bara. Eins og ég var bara síðan spurður í dag, þessu þannig Hjalti eitthvað, hann er með Lóis limmið á bílnum, er hann tengdur Lóis? Nei, við segjum bara limmið þetta. Það er ekkert allir tengdir Lóis sem er með Lóis limmið. Þú veist, þeir geti keypt það á okkur. Já. Algjörlega sko, algjörlega. Við vorum einmitt að hugsa að varum eitthvað verið að skoða að finna nýja merkingar svona fyrir þá sem hafa komið í sjút eða þá sem eru í hópnum af okkur en vera með gömlu merkingarnar eða þú veist aðrar merkingar til sölu og jafnvel koma með einhverja nýja merkingar núna, nýtt lúk að við erum búin að vera með sama Lóis náttúrulega sömu Lóis merkingun alveg frekar lengi. Ég er búin að vera með sama Lóis limmaði held ég síðan 2016 eða eitthvað? Það sjá það gæði, nei. Þetta er nefnilega ruggl og gæði sko, það er náttúrulega fjandar. Það skrapaði smá af limmaðanum, það var Norrönd náttúrulega brjálaður út Þetta? Ekki segja það skrapast ekkert af limmaðan. Hann er duður að eilíf. Já, þú veist, ég var spurt kollega sko. Já, ok. Þú varst að skemma það. Þú skemmtir það, nákvæmlega. Norrönd var brjálaðast úti með þegar hann sá þetta. Ég var að skemma limmaðan. Já, ég er ekki pælingin samt eins og núna í sumar kannski ef við náðum því að
við erum með einhverja hýtinga, þeir sem mæta hýtingana og svona, fá einhvern með varninga eða eitthvað, sem er bara limited bara. Já. Þú færð ekkert aftur, nema þú mættir hér og þar. Akkurat, algjörlega sko. Þessi möguleikur einhverjum nennir að mæta. Nei, það er alveg gaman, skilur, og þó það sé ekki nema bara, þú veist, eitthvað spjaldið, einhver límið, eitthvað svoleiðis af hittingnum, sko, það er svona, eitthvað fyrir fólk til að safna, sko. Já, bara minningar og... Já. Þetta er bara gaman, sko. Þetta er bara gaman, en þú varst ekki bara með Lewis. Ég var eitthvað að skoða bíldaðavídeó eitthvað daginn, heimaður, og ég rakst á, ég man ekki hvað á það var, en það var á Dirty 30 Racing. Já, alveg. Mér fannst það, þetta er eitt af skemmtilegast að þetta er eiginlega eina svona ekta svona vlog kalla af bílum á Íslandi. Ég og Finnsi félaginn minn duttum í vloggýrin eiginlega. Þetta var bara svona eiginlega bara sko batsins tíma eins og kalla, bara langt á undan eiginlega öllum sem voru eitthvað að vlogga að viti. Við bara duttum inn á einhvern YouTuber einhvern sko úti og keyptum okkur svona myndavél með gimbal og bara byrjuðum eiginlega bara óvart, skilur við, þetta var bara eitthvað svona í einhverju flippi og byrjuðum að vlogga eins bara bílana og eitthvað svona sem við vorum að gera, svo maður farin að vlogga bara eitthvað, maður var að keyra eitthvað út í bláinn sko og það er alveg til nokkur vídeó sem hafa aldrei farið á YouTube sko, bara einhverju bulli sko, þannig að það var svona, já, þú veist, maður hefði eiginlega verið til í að vera með betri græjur þegar maður var að gera þetta á bíladöfum, þú veist, betri vélar, þetta er kannski ekki eitthvað bestu gæðin á vídeónu, en þetta er samt svo mikið bara hvað við vorum að gera. Þetta er ekki bara svona, sjáðu hvað bíladagar er awesome, skiluru, og sína bara glansmyndina bíladagar er svona. Þetta var bara, vídeói var bara hvað við vorum að gera á bíladöfum. Hvernig upplifun var. Já, basically, við bara, þú veist, hugmyndin af vídeónu var bara svona sjáu þið hvernig er að vera á bíladöfum ef þið væruð hérna, skilur það var ekki bara svona þetta eru bíladagar glansmyndin, skilur eins og auglýsing, sko. Þetta er nefnilega, flest bílavídeó er bara svona bara sína bílana og eitthvað og drifið og eitthvað og spiluna. Algjörlega. Mér finnst, eins og það var alltaf, mér finnst bíladagar svona eins búin að detta niður svolítið við hvernig það var fyrir COVID og svona en samt mér finnst stærsta stemningin við að fara á bíladaga er að fara á bíladaga. Akkurat. Skilur, bara rúndurinn norður, bara allt í kringum þetta, rúnda niður í bæ og keyra fram hjá Ólís niður í bæ, allra þriðja bíluna sína. Akkurat. Það er að vera, það er eiginlega mesta stemmingin er að vera á Akureyri bara. Þú veist, fara á Akureyri og vera á Akureyri. Það er ekkert endilega, þú veist, það er ekkert allir sem fíla drift, það er ekki allir sem fíla spynnu, það er ekki allir sem fíla burnout. En það fíla einhvern veginn allir bara stemmingun á bíladöfum. Það er svo mikið af fólki, það er mikið af flottum bílum. Þú ert bara eitthvað þú veist, að keyrandum og þú veist að mæta fullt af flottum bílum, bara hafa gaman. Og náttúrulega geðveikt þegar maður nær góðu veðri þarna sko líka. En ég er komin á þann stað, mér finnst yfirleitt skemmtilegast í parturum bara kvöldin, þar sem maður er upp á braut, bara allir úti, spjalla saman, einhverjir er að drifta hann inn í lokaða hringnum, geðveikt næs, skilur þú veist, af því að maður þekkir svo ógeðslega mikið af fólki í bílaheiminum, sem að maður er kannski ekki að hitta dagstæðilega, þannig eru allir bara búm, komnir, pakkaði saman inn í litla Akureyri, og þá er maður bara að hitta alla sem maður þekkir og maður er bara að spjalla, þú veist, og svoleiðis. Það er það sem er svo skemmtilegt við þetta, sko. Ég var nefnilega eins og ég sko, við kenna alveg senast sumar. Ég mætti bara á 2 viðburði, sko. Ég mætti bara á spyrjuna og sýninguna. Einhverjir að mökka úti, sko. Einhverjir að láta hann hafa það. Það er hvað komið sumarstakar. Þetta er eitthvað big block út. Það er eitthvað vallandi greið. En segðu okkur bara, hvernig driftbíl ertu með? Ég er með BMW E30 Turbo. Hvað? Sem að var þetta ekki 3.5? Nei, ég held að það sé 3 litra turbo. Ég keypti hennar bíla Fabian af því að smíðin á E36 mínum tók við svo langa tíma og ég var næstur að fara að keyra, þannig að ég keypti þennan bíla Fabian þegar hann var út í Pólandi, lét á senda mér að hingað til Íslands og það tók hann helvitt langa tíma. Já, hann var svo lengi fastur í tolli, sko, það var eitthvað vesen á honum þar. Það var svo skrítið, þetta er íslensk skráning. Já, þetta var eitthvað bara þeir þurftu að sína bara eitthvað fram á hann hafi ekki verið breytt honum úti og eitthvað hafi ekki verið keypt í hann og eitthvað svoleiðis. Var eitthvað þannig, sko. Þegar hann vildi að rukka fyrir breytingana, sko. Já, því að hann vigtaði ekki það sama þegar hann fór út og þegar hann kom heim.
En þú veist, það var líka náttúrulega, þeir þurftu að breyta pústkerfi og einhverju þegar hann fór út, en þetta munaði einhverju pínulitlu drasli, sko. Já, ok. Þetta ekkert eitthvað, þú veist, þetta var ekkert svakalegt, sko. Þú veist, pústið var út brettið og það mátti ekki vera þannig þeir eru keppt úti, þannig að það þurfti að færa aftur úr fyrir aftan hjól, sko. Og þú veist, þetta var bara eitthvað svona smávægi sem var búið að gera, sko, en ekki það skiptir neinu máli, sko. En þessu var reddað með skilst að það farþegastólnum var að hann var skilinn eftir í Pólandi til þess að bíllinn vigtaði það sama. Já. Eitthvað svoleiðis. En svo ég með E36 sem er með boraður út í 328 eða 2,8. Já, úr 325 þá. Já. 2,5. Var M50 B25 og var boraður út þannig að hann sé 2,8. Já. Og það eru þryktistimplar og stangir og turbína á því líka. Og ég keyrði hann fyrsta sumarið mitt áður en ég fekk E30. Náði allar sumrinu, keyrði hann í svona september og október, sett hann inn eiginlega þegar það var orðin það mikill klaki að við gátum ekki lengur verið að pröfa hann. Og og ég bara svona hægt og rólega búin að vera vinn í honum. Hann komið núna með whitebody kit og búið að sjóða í allt inn í honum, búið hann alveg upp á 10 og bara eftir að mála hann og klára púslunum saman, sko. Þannig að hann hefur verið að nota E30 í keppnir af því hinn ekki tilbúin, sko. Já. Meina. En stóra spurningi samt, það sem svo verður cool á götunum með street cred. Er hann með DPF Delete og er hann stage 2? Sko það náttúrulega bara þú verður að vera með stage 2 cool, sko. Það bara baldur mapping í þessu, sko. Baldur sé bara að mappi þetta nógu vel, sko. Ég held þú átti ekki var í þetta 520 DM með stage 2, sko. Það er miklu betur þannig sem þú átt, sko. En hann er ethanol mappaður, ég keyri bara á ethanoli, þannig að hann fær smá kredit fyrir það. Það er læti í þessu. Ef þú mætir á hitting, það kemur alltaf einhver sem með stage 2 og DPF og ég ger nefnilega, þetta lið, sko, þeir gerðu ekki stage 2 map af því að þeir vildu það. Þeir gerðu það af því að DPF og ég gerðu bíla þeir, sko. Og þá gerðu þeir stage 2 með þeir, sko. Nei, þetta er bara svona. Þetta er svo margir tala um þetta maður. Hvað finnst þetta svona, hvernig þetta er í dag, þetta tal, þetta svona ég með stage 2, sko, bara, hvað er stage 2? Akkurat. Ég geti bara sagt ég með stage 15, hvað? Það er með, já, þú veist, hvað þetta á að vera eins og þetta sé einhver staðall, skilur, hvað er, þú veist, já, ég veit það ekki, skilur, hvað er þetta Michelin-stjörnur yfir bílamapp eða, þú veist, hvernig reyta, ef við tökum sem dæmi minn bíl sem er dynomappaður, hvernig reyta ég hvað stage það er? Stage 90 eða eitthvað, bara, veist það ekki? Já, akkurat, þannig að ég veit ekki hvað er að Stage 89,5. Ég veit ekki hvað þetta stage 2 dæmi er, sko, þú veist, þetta var bara, ég held þetta hafi verið aðalega þegar fólk var að kaupa tilbúið mapp, þú gæst keypt tilbúið mapp sem var bara stage 1, það var þetta mikið hestöfl, stage 2, þetta mikið hestöfl, svo bara keyptir þetta, pluggaðir þessi bílinn, installaðir í, skilur, þú veist, þetta er örugglega þaðan hefur þetta örugglega komið, sko, eða svona það er það sem ég hugsa, sko, að þú gæst bara valið hvaða stage af mappi þú vildir að þetta var bara, þú veist, pre-made mapp. Já. Þannig að svona alltaf pick-upum minn gamli, hann var með stage 1, 2 og 3. Já, þú kannst þá bara valið á milli. Já. Já, það er bara svona pre-made map, skilur þú. Það er það sem ég kalla stage 1, 2 og 3, eða þú vart með svona tölvu sem þú tengir við og verður bara hvað þú vilt. Ekki bara stage 1, ónýtti spísar, svo stage 2, ónýtti turbina og svo stage 3, eitthvað annað á henni. Það getur verið, sko. Getur verið, Já. En þú veist, nú er ég með 350 Ford líka til þess að draga driftbílana og þar er ég með tölvu og hún er bara með Echo, Performance og svo bara Daily, þú veist, þannig að ég veit ekki hvað stage það er, hann breytir alveg bara. Það valið bara svona? Já, ég bara tengi bara svona tölvu með skjá. Já, þú getur ekki gert á ferð? Nei. Okay. Það er það með íkvæði, stage -1. Já, -1, það er íkvæði. Svo er Daily, það er stage 0. Og svo Performance-in. Það er með þannig að svona takka sem þú vilur bara 1, 2, 3, 4, 5. 1 fyrir tó og þannig drösl. Já, þú veist, ef ég setja hann í tó þá náttúrulega bara blæsa, þá tógar hann miklu meira að skipta sér seinna og svoleiðis. Svo ef ég setja hann í Performance þá er hann að skipta sér mikið fyrir og þannig að þú veist, það er bara hvernig bílinn hagar sér, sko. Já. Hann er samt ekki nóg cool, hann er ekki stage 2.
Þetta nefnilega gasið með þetta sko. En já, við stefnum á driftið og varst ekki að pröfa bílinn bara núna fyrir helgi? Jú, ég pröfaði nú samt ekki eitthvað svaðalega en hann mökklag ethanóli eftir veturinn. Gúmmíhringirnir voru greinilega eitthvað farnir en við vorum að sækja ethanóltunnur, fylltum á hann, sett hann í gang og það bara flæddi inn í bílinn af því að bensínkerfið allt í skottinu. Það bara flæddi allt inn í bílinn. Og það sérst sella sem að dælir yfir í surge tank og það eru 2 dælur sem dælaði fram í þannig að hann sé alltaf með bensínþrýsting og gúmmíhringir meðfram sikkur í dælinni og það flæddi upp með þeim dælum úr surge tankinum þannig að það bara fossa inn í bíl. Það, sko, ég man nú ekki hvað sellan er stór, hvort sé 25 eða 30 lítrar sko, ég held að 25-30 lítrar ethanóli voru komnir inn í bíl bara á 5 mínútum eftir að hann fór í gang til þess að þegar við tókum eftir því bara, eða við fundum bara ethanólykt, litum aftur í hann og þá bara var pollur inn í honum sko. En ég er búinn að græja það, við rifum allt þarna í sundur og skiptum gúmmíhringi og settum hann í gang og hann virkar núna. En ég reif á honum bodykitið og var að panta alveg nýtt kit, allan hringinn sem ég ætla að henda á hann fyrir sumari. Ég ákvað að skiptum, ég ákvað að fara í alveg bara white fendera aftan, ekki vera bara með kanta. Já. Þannig að Já, þú vorst náttúrulega bara með kantar. Já, voru bara kantar. Það var bara fendur sem fara alveg upp, ekki bara svona. Það komaði eiginlega bara nánast frá hurðinni og alveg aftur á stuðara. Og það er 140 mm breikkun á bílinn og fæði þá afturstuðara í stíl við það. Og við erum búin að keyra dekkin eru 130 mm út cirka með spacerónum, þannig að það hefur verið bara rétt við kantana. Þannig að það verður bara vonandi kúl. Þannig að þú keppir í sumar, 100%? Já, ég reikna með því. Ég missi reyndar einni keppni, ég hef búin að skoða keppnisdagatalið, ég verði í útlöndum akkurat á síðustu keppni. Já, ok. En ég reikna með að keppa allan á bíladaga og fyrstu keppnina. Já. Verður þetta þekkert eitthvað til? Er þetta eitthvað að vera, ég heyrði það margir kvörtu senast sumar, að það væri svo lítið að keppnum. Já. Er það ekki? Það voru lítið sko, jú, algjörlega sko. En mér skilst það bara 3 ára á lista núna aftur sko, en það er svo lítið eitthvað sem er. Það er bara svo erfitt að manna þetta. Já. Það eru flest allir sem hafa áhuga á þessu vilja keppa og þeir sem eru ekki keppa eru ekki að mæta sko. Þannig að fá okkur til að dæma, fá okkur til að aðstoða, það er erfitt að manna það. Já. En það er erfitt að fá styrki og erfitt að fá eitthvað bakveit eftir þess að. Já, gerði það sko. Við sko eins og Simmi sem er í ADHD Racing liðin okkar, hann ætlaði að taka bara pásu mitt núna þetta ár, mæta bara kannski á æfingar en ekki keppa neitt af því hann ætlaði bara skrási í stjórn til þess að fylgjast með og reyna að koma keppnunum á betra horf og hann er reyndar fara að taka við pappahluturkinu akkurat á bíladögum en vonandi nær hann að gera eitthvað hann ætlaði eitthvað að reyna vera í einhverju svona keppnisstjórn eða einhverju. Já. Þannig að það verður gaman að sjá allavega bara hvernig það fer, hvort það sé hvernig það tekið í það bara að gera eitthvað meira. En allavega var þetta í fyrra bara aðalega því það var svo erfitt að manna þetta sko. Já, mér finnst einhvern veginn þetta var orðið að blúsandi siglingu sko, bara með allt bara upp og niður upp sko. Svo sérstaklega senast sumar þá, ekki bara driftið, bara allt finnst mér. Bara eins og mér finnst kvartmílan vera aldrei með neina æfingadaga eða neitt, hún er alltaf lokuð sko. Sko kvartmílan náttúrulega, kvartmíluklúbburinn hætti bara að sinna driftinu. Bragi var í stjórn þar að halda æfingar í driftinu og yfirleitt þegar hann var að halda æfingu þá var rigning þegar kvartmílan átt að vera og það var bara sagt við hann, hörðu þið varu bara slúta þessari driftæfingu því að kvartmílan verður að vera á morgun eða eitthvað svo leiðis og ég allavega veit bara til þess að hann talaði að ætlaði bara að hætta hana því að þessir gömlu kallar sem eru með kvartmíluna þeir hafa engan áhuga á driftinu þannig að það er bara þeim er alveg sama hvort að þeir haldi driftæfingar eða ekki af því að ökuskólinn hvort er að nota þessa braut þannig að skiptir engu máli skiptir þá engu máli hvort að þessi drifta á þessari braut eða ekki sko. En þetta er alveg hínum með brautina, þetta hefur engin áhrif á kvartmílunni. Já, það er nota bremsukablan
bremsukablinu og þeim og svo nota þeir driftbrautina til þess að keyra inn á pitchsvæðið. Ok, þeir eru ekki að eyðileggja malbyggi bara við að spóla það, sko. Ekki þannig séð. Skilur, mér finnst bara líka að vera orðið svo lítið af öllu, sko. Ekki bara driftið. Nei, bara lítið af öllu. Ég man bara, það er lítið af drifti, það er lítið af spynnu, það eru fáar sýningar. Það var alltaf mikið meira sýningar og það voru Ford-bíla hittingar hér og þar, bara góðum dögum og eitthvað svoleiðis. Nú er þetta bara, var að ljósanótt held ég, þá var hittingur í, síðasta sumar og eitthvað svona einu sinni en ég man allan eftir því áður og þá var maður bara eitthvað það er Ford-bíla hittingur á Selfossi bara allir að koma á Selfoss og skoða bíla svo það er allir að hittast í Mos og einhver hittingur það var ofta eitthvað að gerast það var á Selfoss seinasta helgina í júní það var eitthvað miðbænum að túnið hann baka miðbæn já það var eitthvað útilegur og kíkti það fínt svo náttúrulega ljósnóta er alltaf úturinn nænir hafnugutana Cruiser-klúbburinn, þeir eru búin að vera duglegir. Ég hef mætt þar stundum í sumar. Þeir myndi hittast alltaf á 5 dögum, sko. Já. Svo en fyrir utan það er, svo að segja, það er ekkert, sko. Þetta er vonandi náum við að koma sér að stað núna í sumar. Svo vona það þarna. Við náttúrulega vorum með hana bílasamkomu Reykjavíkur. Já, einmitt. Á tímabili. Og ég og Stefán Óli vorum mikið að sjá hittingana þar. Og síðan bara var þetta eiginlega bara orðið þannig að hverjum einasta föstudegi var maður að fá bara skilaboð, endalaust skilaboð, bara hittingur í kvöld. Já. Þannig að við vorum einhvern veginn búin að svona færa þetta niður í aðra hverju viku og þá var maður samt alltaf að fá skilaboð hinn á vikunni og maður bara svona nei, það var hittingur síðustu helgi, við ætlum að hafa hana aftur næstu helgi. Og við vorum búin að færa þetta í 2 vikur, svo ætlum við að hafa þetta 3 vikna, þá var fólk bara að fara að kvarta af þessu langt síðan að væri hittingar. En að því að það voru svo reglulega, að því að þetta voru bara 2 vikna fresti í hittingar, þá var fólk bara að fara að hugsa, ég fer bara næst. Þannig að við vorum farinir að fá bara litla hópa og hvern hitting, það var aldrei neitt svona stór hópur. Þannig að við bara gerðum engan hitting í 1-2 mánuði, allir að senda okkur skilaboð, svöruðum engu, svo hentum við bara í event bara risa bílahittingur og þá bara fylltist planið, þannig að við hugsaum bara að það meikar miklu meira sens að hafa stóra hittinga frekar sjaldnar, heldur en að vera að hafa hitting á 2 vikna fresti því að það bara, það kom enginn sem að hafði þannig sér bíla áhuga, við vorum bara að fá alls konar krakka sem að hefðu fast cool að mæta á bílahittinga og þetta var eiginlega orðið bara ekkert. Þetta var eiginlega orðið bara svona hei, það er eitthvað að gerast hérna, við hefum alveg getað auglýst bara komið á bílaplanið hérna, allir sjáumst. Þetta var ekki einn bílahittingur einu sinni, Mér fannst 2019, það var svona seinasta góða sumarið, svona góða sumarið. Já. Eftir það þá bara dóta alveg. Já, líka náttúrulega kom COVID eða Jú, vísu en ég meina, mér finnst það ekki að stoppa alla, sko. Nei, sem ég samt ógeðslega fyndi af því að það var alveg tilvalinn tími til þess að fara á einhvern hitting og parkera í eitthvað stæði og sitja inn í bílnum og horfa á aðra bíla. Þú máttir ekki hitta neitt fólk, skilurðu. En þú gast alveg fara út í bíl og setja í bílnum og kyrt, það verið bara... Ég hef bara labbað út. Þú máttir að vera... Það var bannað hann á tíma, og máttir ekki hitta, en þú máttir fara út að keyra, skilurðu. Það hefur verið fullkomið tími, bara allir saman á eitt bílaplan, skilurðu, og keyrir hringi, skoða bílana og eitthvað, án þess að fara út í bílnum. En... Ég held að það var nú ekkert bannað að standa út úr bílnum. Það var á tímabili, Held ekki. Kannski eitthvað svoleiðis, vera með grímu og 2 metra og eitthvað svona kjaftaði. Já, það er 2 metra. En það var á tímabili, þú þurfti bara að fara í sótkví ef þú hittir eitthvað, skilur. Já. Þetta var bara, bara það kom einhver inn á og þú bara sótkví, bara hvað bullið það maður? Ég held að sé ekki COVID sem draf þetta. Aðalega, þetta er svona senasta naglan, sko. Já. Það var orðið líka senasta sumar 2019, það var orðið svona eins og þú segir, mikið af krökkum að mæta og fólk hafði ekkert áhuga á bíla þannig séð, sko. Nei. Já, það var bara að mæta þannig bara. Já, nokkulega, ég held það, sko. Já, það var fullt af fólki, sko, og held líka krökkum bara, eins og við vorum að náttúrulega díla við þarna á tímabili, það sem var bara einhver að keyra með einhvern hangandi út úr glugganum eða eins og þegar við vorum búin að semja við Smáralindum og fá að vera í kjallaranum og
settum alls staðar að það mætti ekki vera með neinn spól eða eitthvað svoleiðis og þú veist, svo var bara fólk ekki að virða það, skilur, það var verið að spólandi á einhverjum framhjóladrifnum póló eða eitthvað, skilur, þú veist, að því voru bara 17 ára nýkomin próf og fannst það fyndið, skilur, eða eitthvað sem gerði það að verkum að Smáralind lokaði með hliðum og afturkallaði samningin okkar, skilur, en það er náttúrulega bara, þú veist, við að berjast fyrir því að fá að halda hitting einhvers staðar og svo bara einhver sem er alveg sama, sem er ekkert bílamanneski kannski, það er bara einhver í vinahópnum sem er bara, það er bílahittingur í Smáralind, já, kíkjum, skilur, og bara 5 manns í einhverjum póló og koma þarna og rikki handbremsuna eða eitthvað og kannski hinir sem að hafa áhuga á bílum, áhuga að skoða bílana, skilur, þú veist, skemmi fyrir þeim. Já. Nákvæmlega, þetta er nefnilega málið, sko, maður gefst líka upp ef þetta er svona, maður, veist, eins og þú hefur hugsað bara væntanlega bara til hvers að gera þetta endur svona, sko. Þetta skemmir bara fyrir alla, sko. Og ég talaði mitt við nafna minn, Palla Scooby, sem var með Live to Cruise á tímabili og ég spurði hann mitt að því, þú veist, hvað það var sem að, af hverju hann hætti að halda hittinga og hann sagði að það var nákvæmlega sama. Já. Það er bara, það var orðið erfitt að halda hittinga án þess að fólk var að vera með fíblaskap eða skemma fyrir öðrum eða skemma fyrir sjálfs, basically bara. Já, og já, ekkert að því að vera með bassa og eitthvað svoleiðis en leið þú ert farin að spóla eða þú veist, við höfum líka lent í því bara á hitting að það hefur verið keyrt niður kerruskýli eða eitthvað skýli, þá ertu farin að eyðileggja hluti á staðnum. Já, eins og Korputorginu. Já, náttúrulega gerist á Korputorgi. Já. Þá ertu farin að eyðileggja hluti, það endaði náttúrulega bara í kærumáli og vesinni, sko. Já, okay. Og og sem betur fer bara ekki, þú veist, okkar, það var náttúrulega eigandi bílsinn sem keyrði þarna á kerruskýli sem að þurfti að díla við það, skiluru, en okkar að halda hitting þar, skiluru, og þeir senda okkur skilaboð bara aftur, þú veist, að við værum vinsamlega bennir að ekki halda hitting þarna aftur eftir það. Já, þetta er náttúrulega, þetta kemur ákveðin tímapunktur sem reka að staði bara sem henni, nei, þetta er ekki nógu gott, sko. En það er alveg skiljanlegt. Já, sjálfsög. Já, ég líka myndband af þessu. En svo var það mitt, þú veist. Ég þekk líka með þessa simringingu þetta, þú veist, þekkir þú gæjan þarna sem keyrði á skil. Ég bara, já, ég veit svona hver það er, en ég þekki hann lítið, þú hefur þekkt hann mikið. Já. Svo er líka alveg gerst, þú veist, bara eins og granda að fólk hefur verið að drifta og bomba inn í hliðina okkur og eitthvað, skilur við. Já. Það er náttúrulega alveg hundleiðilegt líka. Það er bara hægilegt, sko. Það er það, sko. En það er kannski öðruvísi þegar það vart ekki farin að skemma það sem er þar. Já, þú veist, það var komið tímabili sem ég var að mæta hittinga, sko. Það var 2019 og fyrir það. Þá lagði ég bara 2-3 röðum aftar. Ég bara, nei, ég ætla ekki að leggja fremstu röð. Akkurat. Af ástæðu, sko. Það var alltaf, menn voru svo tæpir, sko. Já, mjög tæpir, sko. En kannski bara einmitt svo skilaboð að, ef þið finnst fyndið að spóla á póló með 5 manns í bílnum og hanga út úr rúðunni, ok, bara þú ræði það sem þú gerir með lífið þitt, sko. En ekki gera það á svona staði þar sem hefur að reyna að halda eitthvað. Það var bara einn aðilega að skemma fyrir alla, sko. Já. Það er sem skeiði þarna, sko. En núna er mitt, þú veist, það er bara mitt það sama. Svo margir sem eru búin að skemma líka bara, þú veist, aftur og baki tíman. Og núna til dæmis er ég með náttúrulega fyrirtæki mitt inn í Kringlunni og ég spurði þau einhvern tímann að því, þú veist, hvort að ég mætti bara koma með bílana frá driftliðinu mínu, leggja þeim á annarri hæðinni og auglýsa, þú veist, þannig að fólk geti þá bara komið, skoða bílana okkar, haft kvöldopnun upp á stofu, fólk geti komið inn og eitthvað svoleiðis og það var bara nei. Þeir héldu afmæli 2012 eða 13 sem að þú fórst með mér einu svona á. Það var afmæli Mohawks í Kringlunni og þeir voru með hjólabrettapalla upp á 3. hæðinni og það voru bílar sem að voru bara svona bílahittingur, lögðu allir upp á 3. hæðinni og svoleiðis og bara geggja flott, ógeðslega snyrtilegt, þú veist, bara hjólabrettapallar og eitthvað svoleiðis og gengi frá öllu og þannig og bílarnir fóru í bara eitthvað svona hóp tilbaka og næstu 4, 5, 6 helgar eða það sem þeir hafa sagt mér þá hrúuðust bara krakkar þarna eftir þetta til þess að halda hittinga þarna upp á planinu og það var bara spólað og það voru skilji eftir rusl þannig að þó að fyrirtæki sem fekk að halda þetta hafi gengið frá sér og gert þetta vel að þá kom það einhverju orðspori á staðinn bara hei, förum í Kringluna þarna sem að hittingurinn var
þá var það orðið bara place, það var eðalagt út frá því. Þess vegna var ekkert meira af þessu. Og þess vegna þeir voru í bara vesinni öryggisverðirnir, þú veist að vera að fara bara og biðja fólk að fara og núna það bara þannig að þú ert til dæmis að koma í Kringluna eftir lokun að öryggiskerfið bara þannig, þú veist, þeir fara út og tjekka bara, þú veist, hvað ert að gera og ef þú ert ekki að fara í bíó eða world class eða eitthvað, þá biðja þeir bara að fara af engalóðinni, út af því að þetta var bara, fólk var að skilja eftir rusl, fólk var að skemma, þú veist, það var að taka kerrur og íta þeim fram af annarri hæðinni eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það er og þetta er það sem er búið að skemma, skilur við, að fólk virði ekki hluti og ég hef oft hugsaði mitt, þú veist, maður var alveg krakki, skilur, og gerði eitthvað svona heimskulega hluti, maður hefur alveg ítt eitthvað í kerru og eitthvað svoleiðis. En ég hef oft hugsaði, þú veist, þegar þú ert komin á bílprófsaldurinn, þú veist, að þá er maður svona, veist ekki að þú ert að eðalega fyrir þér, skilur, að þú ert að gera þetta til dæmis eins og í Kringlunni, þá ertu með verslunarmiðstöð sem að ávita, þú ert með öryggisverð 24/7 sem er að horfa á þig, þú veist. Þú hlýtur að átta þig á því að þú ert ekki að fara að mæta þarna aftur eða þú ert að skemma eitthvað, skilur, bara alveg svo ef þú stelur í búð þá ertu bara bannaður. Þú veist, þannig að ef þú ert að fara að skemma eitthvað sem þeir eiga, þá hlýtur að sjá að þú ert að skemma fyrir þér, sko. En hvað getur við sagt við þetta fólk sem skemmir þetta orðsporið? Bara ekki vera rassur. Já. Það er nefnilega erfitt að segja ekki vera rassur, af því að þú veist, það sem að þér finnst kannski þú bara vera fyndinn, en Hilmar er bara hvað er að þér? Já, það er enda rétt, sko. Það vantar svona common sense. Það er svo margir orðið í dag, ekki bara með þetta, bara með allt finnst mér. Það vantar svona svolítið í hausnum, sko. Það er svona eitthvað sem þú, það er svo með Kringluna til dæmis. Það er einhver sem reykur þetta, sem eyðir pening, það kostar pening, sko. Allt pening. Kostar allt pening. Þeir sem eru aðeins, þeir eru átt að sjá því, sko, það er eitt að fíblast, maður hefur alveg gert bara svona drasla á sér, sko, en veit ekki, maður þarf að hugsa aðeins til þess, sko. Það er líka bara, þú veist, þó að þetta sé eitthvað risa batteri, skilur að ef þú ert að gera eitthvað sem að, eða þú veist, ef þú ert með leyfi til þess að vera eitthvað stað bara og þú ert að, segjum bara núna væri Hilmar, hann ætti bara þennan risastórt bílaplan og ég fæ að halda hitting hjá honum, kemur eitthvað fólk hérna, spólar, eðilegur kantinn og eitthvað og svo bara alls konar. Svo kemur Hilmar og herri, já, býta nú við. Það er búið að keyra á hana kanti, það er að laga hann, hringir í BM Valla og þeir bara, já, herri, það kostar 300 skall að steypa þetta. Já. Hver á að borga það? Á ég að borga það því ég fekk að halda hittingin, á hann að borga það því hann á planið. Nákvæmlega. Og það endar að hann borgi það því hann á planið og bannar mér að halda hittingar aftur út af því að ég eyðilaði þetta ekki, en einhver sem kom að mínu vegum eyðilaði þetta. Já. Og þess vegna er þetta eiginlega bara svona og þess vegna eru öllum bílaplönum lokað, þú veist, eins og bara fyrir norðan allan á bílatum, flest allir búin að setja keðjur. Já, og líka annars að endurinn og hringtorkurum og hana brekkuna hana fyrir vonskaut. Já, gilinu. Gilið. Já, fyrir vonskaut en líka á gilinu. Og það er eiginlega bara ástæðan fyrir ég mitt, þú veist, þetta er eiginlega bara eins og að vera að setja upp, þú veist, gildrur, skilur, fyrir skordýr eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það er bara að vera að passa að þú eyðileggir ekki, eða bara, þú veist, eins og þú fær mús heima hjá þér, skilur, hún eyðileggur innréttinguna. Þú setur einhverju gildru til að stoppa hana, skilur, þetta er bara, þetta er eiginlega sama. Þetta er bara fáránlegt að segja það, skilur, að þetta er í hlutföllum við okkur mannfólkið, skilur. Já, það er svona. En ef að fólk er að gera eitthvað sem að læti þig tapa pening, þá reynir að stoppa það. Já, líka. Eða eyðileggur fyrir þér eitthvað sem það átt, sko. Þetta er eins og með Akureyri sem við nefnum það. Það er ekki hægt að koma svona tjálsælingur á bíldaga. Ég senasta bíldaga, ég kom sendin á Hamrar ég veist kominu bara því að tengdabróðir var með fellísu og 3 krakka og við vorum með honum, skilur, við vorum bara með tjöldin við hliðina á hann. Þá fengum við að komast inn því hann var fullt honum með krakka og við vorum með honum. Þá var það samt var það svona smá svona, ég hringdi strax í Hrafnagil, besta tjálta þar, aðeins frá. Það er bara búið að banna það, það er bara fjölskyldu, er það ekki? Já. Nei, þeir loka. Já, þeir bara loka, ok. Ég hringdi, segja þessum, þeir bara, já, við lokum bara þessa daga. Bara, ha? Já, bara loka. Þú veist, það er ekki allir sem eru að fara bílda, það eru bíla áhuga fólk, sko, sem eru með læti fram á klukkan 3 og eru að hella í sig og eitthvað veisar, sko. En það eru svo margir sem er í þessu, að fá allir þennan stimpil. Það er líka bara mjög margir sem að ég hef bara í gegnum tíðina sem að hafa verið bara, já, allir að fara að bíla þetta og ég bara, já, við veit það
bara já, geggja maður, hittaði mig á djamminu og eitthvað. Bara ég verið bara upp á braut sko. Já. Nú, hvað ætlar ekki að djamma? Nei, ég hef engan áhuga að djamma, ég er að fara á bíladaga til að horfa á bíla og fara upp á braut og eitthvað, þú veist. Og ég hef meira segja bara fólk sem ég þekki, sem ég hef talað við eftir bíladaga, sem að fór ekki á einn einasta viðbör upp á braut. Það fór bara að djamma alla dagana og fór svo heim, skilur, hafði engan áhuga á bílunum sko, það fór bara þarna fyrir djamm. Já. Og það alveg stór partur af þessu, skilur, að þetta náttúrulega alveg djamm, þannig séð, skilur. En þegar fólk bara komað það til að djamma, það mér finnst það svolítið svona skrítið að vera að mæta á bílahátíð til að djamma, en það er kannski minn stimpill af því ég ekki mikill djammari. Nei, ég þannig, sko, ég skildi ekki eins og senast bara eitt félag minn, bara, erum komin orður? Ég bara, ok, bíldaga? Já, bíldaga maður. Ég bara, þið ekki þarna? Ég bara, jú, getur við gist hjá okkur eða eitthvað? Vorum með, fyrir 2 ára síðan, vorum orlofshús hjá Vaffer. Ég vil ekki skemma það, þá fæ ég aldrei aftur orlofshús hjá Vaffer. Akkurat. Þetta er líka nafni á konunni sko. Já. Ég bara nei, þú veist, við vorum bara með nokkra vini okkar, við vorum bara 6-8 mann hópur sem ég treysti, sem er alltaf góði vinir mínir og við leiðum húsið. Já, þú veist, kíkja, eitthvað, ég sagði, já, viljið kíkja með þú braut, við varum að keppa í spyrnun á morgun. Braut? Ég bara, já, við eitthvað bara sjálf í kvöld. Bara, ok, aftur ekki að það koma bíl þetta. Það var djammið. Þú veist, why? Komdu bara helgina undan eða helgina eftir. Eða komdu bara, hvað, verslunum ekki? Já, verslunum helgina. Bara, þú veist, til hvað þetta, eins og þú segir, þetta, svo líka upp á braut líka, ég tekja eftir, sérstaklega á viðburði. Ég sá bara senasta bíldaga, bara 16 ára stelpu, bara dána mótkarlösku, bara labba með, skilur, hún mætti ekkert til að horfa á spyrnuna, sko. Nei. Ekki neitt. Nei. Þú veist, það er annað að mæta á viðbör og kannski lúta með einu bjór eða eitthvað. Já, það er allt annað. Það er sem pissfullan, það er fáið. Það er allt annað að kíkja upp á tjaldsvæði eftir viðburði eða eitthvað hendir á 2-3 bjóra og grilla, sko. Já. Það er allt annað. Það er ekkert að því, sko. Það er allt annað mál. En þú veist, ég skil samt alveg líka djammið, skilurðu. Ég skil það alveg. Já. En mér finnst bara skrítið að koma fyrir það, skilurðu. Þú veist, mér finnst ekkert að því, fattur, við fórum eitt kvöld á Sjallan hana eftir á bíladögum í fyrra. Já. Fórum eitt kvöld, þú veist, og svo fór maður bara snemma heim og fór að sofa, maður var að mæta upp á brautdaginn eftir sko, þú veist, maður var ekki djamma til 4-5 og hélt áfram upp á einhverju tjaldstæði sko. Já, það er ekki það því sko, en þú veist, þú mættir ekkert norður á bíldaga fyrir það, þú mættir fyrir bíldaga og kíktir eitt kvöld, alltaf. Já. En þetta er bara eins og með þetta með tjaldsvæðin hringdi, bara já, það er opið tjaldsvæði á bílklúbin. Ég sagði við konunni síðan bara, það er ekki fræðilegur möguleiki að ég sé að vera að gista það sko. Sorry, ekkert offense með bílklúbb Akureyrar sko, þeir náttúrulega standa sig eins og heitur með það sem þeir eru að gera. En fólki sem mætir á þetta tjaldsvæðarna fyrir neðan brautina, þeir veit allir sem eru í þessu, þeir hafa heyrt söguna, ég þarf ekki að nefna þér, en þetta er bara svo suppulegt sko, það vil ekki vera það. Já. Virkilega sko. Það er bara djamma fram eftir nóttu og maður fær einhver svefn eða maður þarf að mæta upp á braut snemma. Það er bara miklu verra shit sem gerist þannig á þessu tjaldsvæði sko, ég þarf að, já. Hvað finnst ykkur street racing feminist? Sko, ég veit ekki hvað, þú veist, maður vill náttúrulega ekki vera að skjóta eitthvað endilega á fólk. Það er no hate sko, en samt. En svona, mitt point of view er akkurat þarna, bílasamkomur Reykjavíkur, eru við að taka hittingan okkar og fækka þeim til þess að fá meira quality over quantity. Og þá poppar upp hérna street racing, hvað sem að hét, það skiptir svolítið oft nafn en allavega eitthvað street racing. Illegal night racing. Já, akkurat. Eins og að vera með dómsalið.is. Og það var líka bara póstur, bara Grandi klukkan 10, þú veist, Korpidól klukkan 12, þetta klukkan hitt, þetta klukkan þetta. Og það var bara föstudegi, laugardegi, sunnudegi, svo bara miðvikudagur og þetta var bara stanslausir hittingar. Og ég er alveg, þú veist, þú náttúrulega heyrir hvað nafnið er skilur, þeir voru ekki að senda á fyrirtæki og athuga hvort þeir mættu halda hittinga á plönum eða eitthvað svoleiðis og voru náttúrulega Þetta heitir það viss illegal. Illegal night racing sko, þetta er eins og að vera með Facebook síðan, þetta er bara ég er síðan dóp. Og svo náttúrulega voru þeir með, þú veist, racing skilur, voru að street racea bílum. Já. Illegal. Fyrir ofan. Ég mætti það, að prófa bara einu sinni.
eftir. Þetta voru náttúrulega oft þarna á planinu fyrir göttinu fyrir samkaup. Já. Og einhvern tímann sem maður hefur kíkt þarna til að sjá hvað í gangi, sko. Samskip, já. Þannig Holtagörðum. Akkurat, vel aðtöð. Ég man þegar kom einn trukur á Samskip var að keyra inn bara seinna kvöldi, það var bara að koma norðan eða eitthvað dröst bara gæði bara að keyra í allan nótt, sko. Hann var bara stóð á flautuna, bara stansist þannig að allir ferðið, sko. Hann var við, ég sagði bara, vel gert hjá hann, flott. Já. En það þú veist, við allan vorum að reyna að fara í að halda meira quality hittinga, sko. Og þetta svona, þú veist, sýna enga virðingu fyrir hlutum eins og vorum að fara í áðan. Þetta var svona einmitt öfugt við það sem við vorum að reyna að fara í. Eiginlega drap svolítið fyrir okkur. Við hefum ekki verið að sinna þessum hittingum svolítið lengi eftir þetta, sko, því að þetta eiginlega bara svona drap niður nennuna í að vera að reyna að byggja upp eitthvað gott. Já. Og bæði bílasamkomur Reykjavíkur og Lóis til dæmis hafa verið náttúrulega að standa upp fyrir því að bílamenningin sé ekki að eyðileggja, þú veist, hérna fyrir öllum. Já. Að það hægt að vera með flottan bíl, það hægt að, þú veist, vera með læti í honum og græjur og eitthvað án þess að vera að disrespekta allt og allt í kringu því, sko, allt og alla. Og þetta eiginlega kom bara akkurat öfugt við það sem við erum búin að reyna að gera og eiginlega drap svolítið niður stemminguna og nennuna í bara hjá okkur flestum sem vorum í þessu, bæði hjá okkur í bílasamkomu Reykjavík og líka okkur strákunum í Lóis með hittinga, að þetta eiginlega drap bara alla stemmingu þannig, sko. Já. Fyrir að vera að byggja upp eitthvað gott, sko. Sem leiðilegt við það finnst mér, sko, kannski ekki alveg allir sem mæta þar og ekki allir sem mæta með hittinga sem þú varst með að Lóis eða hvað sem en flest allir við erum þetta allt bíla áhuga fólk, við höfum allir áhuga á samlutina eins og þeir líka, þótt að það sem þeir gera ekkert kannski það sem við viljum gera, en þetta bara ekkert skilaboðin sem við eigum að koma á framfæri. Nei, alls ekki, sko. Og núna til dæmis voru, litlu bræður mínir eru núna að taka æfingakstur og þeir voru, þú veist, að fara hjólandi, skilurðu, akkurat. Þeir voru gamall. Þeir voru að fara hjólandi, þú veist, þegar street racing var í Mosó. Og þeir voru að fara hjólandi þangað og skoða, skilur, og þeir sá bara einhverja úrlinga vera að henda bjórflöskum út í bílnum og einhverja bíla, þú veist, að reysa og eitthvað, skilur, og þeir voru bara, þú veist, hvað í gangi hérna, sko. Og svo fer ég með þá upp á driftbraut eða eitthvað, þú veist, það sem allir eru ógeðslega respektfull fyrir svæðinu, ógeðslega ánægðir að fá að nota þessa braut, þú veist, æfingi klárast, það hjálpast allir á að ganga frá, taka með sér ruslið, þú veist, og þeir bara svona ok, þetta allt öðruvísi heldur en já. Og ennþá í dag Já, en þú veist, það ekkert mál að skilja eftir bara, þú veist, þú getur tekið bara með þér kassa Pepsi Max, gefið öllum Pepsi Max og það eru 24 dósir á gólfinu og allir fara, en það bara allir þannig, það eru bara í kringu drifti, það eru flest allir sem eru í því sem eru på braut, þeir taka ruslið af því þeir vita bara, ef við gerum það ekki þá enginn að fara að gera það og þá fáum við ekki að nota þetta. En þeir eru verið að fara bara á einhverja staði ekki með leyfi, þá það alveg sama. Já. Það sem fólk kannski skilaboðin alltaf mín til þeirra sem eru í þessu street racing dóti, ef einhverjir að fylgjast með, þú veist, við erum að muna það að við erum svolítið fyrirmynd líka. Ég ofta rundur í Keflavík og ég sundið eitthvað á fordurum og þetta ekkert merkilega bíl þannig séð, en samt hann gerur öll þessi hljóð sem með þetta lúk sem á að vera með, sko. Allt einhverjum 5 ára krakkar eða 10 krakkar bara gætið bíl, maður. Þá er alltaf að gefa eins í og kemur eitthvað blóf á hljóð og þeir trilla, sko. Maður þarf að muna, sko, maður var einhvern tíma þessi krakki, sko. Og ef maður sýnir þeim að þú veist að reysa niður á Granda eða niður á Sunda, Holtagarða eitthvað bull og drulsa alltaf hína og eitthvað bull, þetta ekkert nógu góð ímynd. Nei, og það verður bara akkurat það sem að þú ert að fara að fá í bílaheiminn þá þegar þau verða að fá bílpróf, sko. Akkurat. Og þannig að það svona svolítið, ég veit að einmitt Lóis hefur verið að pæli og bæði í bílasamkomum líka að vera að reyna að breyta þessari ímynd, sko, að reyna að fá þetta tilbaka, þú veist, fá krakkarna sem að fá bílpróf núna til þess að, þú veist, sjá hvort að maður nái að snúa þessu við, sko, að fólk sýni virðingu fyrir því sem verið að gera
og mér finnst það svolítið nefnilega líka skrítið að hugsa út í það sko, af því að þegar ég til dæmis var að fá bílpróf, jú, maður var kannski alveg smá, þú veist, hálfviti inn á milli og eitthvað, en þegar ég fór á live to cruise hitting, skilur, og reglunum voru bara, þú átt ekki að spóla þetta, ég hugsaði bara, ég er ekki að fara að gera það, út af því að ef ég geri það, þá eru allir hinnir sem eru respektfúl hérna á hittingnum að fara að horfa á mig og þeir eru að fara að hugsa bara hvað fáið er þetta. Já, nákvæmlega. Og ég vildi bara ekki mitt reputation að væri bara, það er einhver krakki komin inn að spóla, þetta er einhver hálfviti. Þú veist, ég var bara, mér langar að vera í þessum bílaheimi, mér langar að vera með flottan bíl og vera inn í þessu. Ég var til í að þeir myndi sjá mig og vera bara, hei, hvaða bíl er þetta? Frekar heldur en bara, hvað fáið er þetta? Drullar í burtu. Ég vil líka bara, eins og við hittingar sem vonandi við verum með að fólk getur bara komið með sín bara börn, krakka bara, helst að það sé nóg örugt og það er enginn að hríflast til að fá svona neistir fengi, sko. Akkurát. Það er mjög málið, sko, ég vil það, helst. En þú veist, eins og þetta núna þá myndi ég, eins og þetta var þarna, eða með Street Racing Iceland, eða Family eða hvað sem heitir, þú veist, ég myndi ekki, ef ég ætti barn, sko, ég myndi ekki taka með mér. Nei. Til dæmis. Nei. Ég myndi ekki mæla neinu með það, sko, því miður. Nei, sérstaklega, þú ert ekki að fara að horfa á eitthvað street race sem að, þú veist aldrei hvað gerist, skilur, þú veist, það þarf ekki nema einn hóla og einhver bombar í hliðina til hliðar eða eitthvað, sko. Þú getur bara verið staðsettur á vitlausum stað og þú verið bílinn í hliðina, sko. En það er ánáttúrulega það á ekki heima á götunni, sko. En það er náttúrulega snertina eins og líka hitt eins og við erum talað um á það er ekkert, það er búið að mýka svo mikið af þitt, sko. Kannski, ég veit ekki hvernig kvartmjöluklúburinn eða eitthvað svona er að starfa eða hvernig, ég þekki engan á þenni og ég er ekkert inn í þessu, en þú veist, ætti bara ekki bara að vera eins og þeir í Bandaríkjunum eða eitthvað, bara 2 vikna fresti eða eitthvað, bara drag night eða eitthvað, brautin opin og borgar eitthvað smá, farið að keyra, þess að ég var í Florida fyrir 2 mánuð síðan, Orlando, þá fór ég að skoða náttúrulega allt svona bíldót, fór okkar Cars and Coffee og eitthvað, geggjað, miklu skemmtilega en hér, sko, það er ekki allir sem það var alltaf einn sem tók eitthvað burnout á göttunni, sko, en það gerist, en flestir, svona 90% voru bara mjög næs og svo fann ég svona drag nights, Orlando Speedway eða eitthvað, International Speedway, það er svona bara kvartmjölublöð, það var bara, það stóð $10 til að horfa, 35 til að keyra. Já. 35 til að og það er ekki bara á 2-3 ránum, það er bara stóð að byrja bara 7 kvöldi bara til miðnætti segja eitthvað. Og þú veist, þá borgar og farið að keyra. En kvartmjöluklúburinn hefur verið með brautadaga hérna til dæmis líka. Það eru bara brautadagar og kaupir bara inn. Þú þarf bara að vera með tryggingaviðauka og þarf að vera með hjálm. Þú veist, með minna að sé meiri segja bara hjálmur á bílum sem að, þú veist, ég man að hafa smá vesen með plate-teslunar út af þær voru komnar í hraða sem að þurfti að vera með hérna fallíf. Já, sæll. En þá máttu við ekki Tesla. Það er ruglið. Svenni fengið þessi Já, Svenni Tiger, já, hann keyrði held ég undir tímanum, þannig að hann mátti ekki fara annar rönn nema vera búinn að græja fallíf á bílinn, þannig að hann mátti ekki fara annar rönn á bílnum, sko. En þú veist, þeir hafa verið að hafa líka bara að opna brautadaga, bara þú veist, það sem að þeir hafa ekki verið að rukka, sko, fyrir fólk til að bara prófa, þá þurftir bara að vera með keppnisviðauka og hjálm, bara til að prófa brautadaga. Ég hef ekki séð það neitt auglýst, Nei, ég sá ekkert mikið það, þeir voru með í fyrra allavega, sko. Hversu oft var það? Já, akkurat. Það er bara vandamálið. Akkurat. Skilur þú veist? Auglýst. Já. Já, það fyrir ekki hafa það einu sinni. Að mínu mati, ég veit það ekki. Ef þeir vilja að fá sko, náttúrulega ég skil það kostar peninga, einhver skeiður því ofta sem einhver er að keyra því meira líkur einhver skemmist, ég skil það en það var mannskap líka á staðnum já, en ef það mæta fleiri og borga reglulega þá þessi lítið gjald, það mun saman í kassan, sko, en þú veist, ef það verður ekkert þú veist, það er engin leið sem búist við þetta lið, bara allir sem eru í þessu hægt að gera þetta á götunni. Nei. Þú veist, ef það kemst ekki einhvers annars þar, skilur við? Þú veist, já, nákvæmlega, ég held að mun minnka mjög mikið, sko, ef menn komast þangað, reglulega, þess að gera þetta á öruggu svæði. Já. Það er ekkert mál að hýta sinni, að fara með kvartmjölubraut, taka, þú veist, bara hafa eitthvað svona drag night, svo bara ekki að granda allir bara á bílindi, sko. Akkurat. Og það er líka, ertu búin að fá útrásina og
maður finnur það líka oft, þú veist, að það voru stundum bílahittingar á föstudegi eftir driftæfingu. Maður fór upp á braut, driftaði, gekk frá og svoleiðis, svo kíkti maður bara á hittingu og bara slakur. Maður var bara búinn að fá útrásina sína í driftinu yfir kvöldið, maður bara slakur, skoða bílana, bara hafa gaman. En ég var samt alveg líka þarna. Ég, þú veist, var á til dæmis fyrsta E30 mínum, bara M20 B25, þú veist, 170 hestöfl. Og ég var bara, ég ekkert var að keyra upp á braut, keyra með hálfvita, skilju. Og ég var bara að spóla í ykkur hringi á ykkur bílaplönum og ég bara, þú veist, ég hugsaði bara, ég ekkert fara á ykkur braut, skilju. Og alltaf, þetta var bara alltaf þessi hugsun, bara ég ekkert með nógu góðan bíl til að keyra braut og eitthvað svona. Og svo fór ég bara upp á braut á bara venjulegum E36 325, enga turbínu, ekkert, við vorum búin að græja vökvahambersu, fór bara upp á braut, þú veist, keyrði eitthvað, náði valla að spóla eitthvað, en djúvillig var það gaman, skilur, af því að þú ert bara með frelsið að taka þessar beygjur, keyra þarna yfir, þú ert ekki í einhverju stansleysu hættu, fara í einhverja ring eftir ring á einhverju plani að pæla hvort að löggan sé að koma og þú veist, svo þegar maður kom í pittin, þá var allir bara eitthvað, vel gert maður, þú veist, þú ætti að ná tökum á þessu eitthvað, það var enginn sem var að segja bara djöfull er þetta illa gert hjá þeim maður, bara hvað, já, það var enginn sem var að benda bara, sjáu þennan, skilur, af því að maður bara kom í pittin og þá voru allir bara, þú ert að ná tökum á þessu og svo fór maður annar rönn og þá bara allt annað, þú veist, næsta æfing eftir það, bara allt annað að sjá þig keyra maður, þú veist, það var alltaf uppbyggjandi hrós, af því það voru allir í sama, þú veist, það voru allir, byrjuðu allir einhvers staðar, en leið þú ert farin að gera á götunum, þá voru allir bara, já, bara þessi fáti, sko. Akkurat, þannig að þú veist, ég veit, þú veist, að ég var þarna sjálfur, þannig ég get ekki sagt bara, hei, drullið ykkur upp á braut, skilur og prófið þetta, en ef ykkur finnst gaman að spóla á götunum, þá finnst ykkur skemmtilega að spóla upp á braut, sko, það er bara svolítið þannig. Og líka að gera hratt. Já, þú veist, bara... Ef kvartmjöluklúburinn vill, þú veist, mér finnst það eitthvað þannig, eins og segir, bara ef þú maður 170 hestöfla BMF, þú veist, ef þú bara á 1,4 golf eða eitthvað, þú veist, taktan saman á kvartmjölubraut. Þú getur líka mætt upp á driftbraut, bara, þú veist, og fara í hringakstur, þú veist, það hafa verið að koma fjórhjóladrifni bíla, bara keyra brautina, sko. Já, það þarf ekki endilega að vera spólana, sko, bara keyra brautina á fjórhjóladrifni bíl eða afturhjóladrifni eða fram, skiptir ekki máli. Sko, það þarf ekki að vera spóla. Það öllum saman hvernig bíl þú mætir. Þannig, það er bara þannig, sko. Þú veist, þú ert bara, það allir sem var gaman, það allir fyrir eitt hlut. Já, máttu ekki með naglæti. Þú bara vera með, tekið þessu upp á braut. Sko, það er nóg vídeum á YouTube á ensku sem skrifa bara how to track prep my car og það er bara að skipta bremsum eitthvað, passa lagnar þessi ekki sprungnar, góð dekk. Þetta er bara basic, sko, ekki vera á einhverju ónýttu bíl en bara, þú þarft ekki að vera á einhverjum Porsche, sko. Nei. Þú getur bara verið á basic bíl. Þess vegna bara Fiat. Þú getur náttúrulega verið á Porsche en ég veist að... En svo náttúrulega heldur líka brautadag í síðasta vetur, sko. Það sem að bara það var ekki nagladekk, þú þurftir að vera vetradekkjum bara. Já. Og tryggja ekki við eitthvað. Svo var bara brautin öll í snjó og þú varst bara, þú veist, drifta á henni, sama hvort þú vart fjórhjóladrifin eða afturhjóladrifin, skilur og bara, þú veist, þannig að það var alveg einn brautadagur í, hvort það var einn eða tveir sem að voru í, snjónum líka, sko. Já, það var ekki einu sinni Rauðavatni, fyrir nokkrum árum, 2-3 árum. Jú, það er svolítið langt síðan. Þá skrúðu menn að nagla í gegnum dekk. Já, bara bodyskrúur í gegnum. Bara rally spec, bara. Já, bara bodyskrúur í gegnum og svo bara slanga í dekkið. En það var víst ekki vel liðið hjá löggunni. En það var gefið leyfi fyrir því en svo kom löggan og eitthvað og það var út af því að þeir voru hræddir að ísinn hefði getað gefið sig og eitthvað. Ok, það er enda rétt, sko. En já, þú veist, en það var samt búið að, ég man ekki hvort það var einhverju eigendur á vatninu eða einhverju, það var allavega búið að segja það væri gegnfrosi, sko, þannig að ætti ekki geta gest. En svo bara... Fór enginn að bora þig í test til að sjá? Ég veit ekki hvernig það var, ég held þetta sé líka bara, þú veist, löggan að koma í veg fyrir að væri eitthvað vesen, skilurðu. Já. Og náttúrulega hestafólk í kringum í svo Rauðavatninu og eitthvað og svo ertu náttúrulega bara með einhverja bíla mökk spólandi í kringum, sko. Þannig að það er náttúrulega bara... Var alveg það, sko. En náttúrulega bara því miður, þá er bara spól, skilurðu. Það er bara einslega liðið. Það væri ekki alveg við borginni, sko. Það var aðeins meira út í raskat þá kannski væri fleiri fólk saman, sko.
Það kannski munur, sko. Þetta einmitt það sem þú settir með lögguna, sko. Það sem ég skil ekki með Street Racing Iceland, Family eða hvað það heitir. Ég hef mætt sjaldan, bara þess að kíkja þar ekkert að skeið og kíkja út inn, þá kíkja ég bara og legg bara út í hotn. Og kemur löggan, þá taka allir bara Vin Diesel á þetta. Já. Bara allir hlaupa bílnum maður, bara hakkan maður og bara, þú veist, alltaf þeir eru að gera eitthvað ólegt og þeir eru að spilna, en ef það eru bara á plani, bara að spjalla, bara það er ekkert, skilur. Nei, hún hefur oft komið á Granda þegar það verið bílasamkomir hýtingar og svoleiði, sko. En til þess að fylgjast með og líka það að þeir eru bara parkera þannig að passa upp á það að fólk sé ekki spóla. En þeir eru yfirleitt ekki að gera þetta því þeir eru að vera reynaverðilegir. Það er náttúrulega einhver sem er svona með valdabrjálæði og vilja vera bara, drullið ykkur í burtu og eitthvað svona, sko. Allt eitthvað skemmt, sko. Það er bara eitt sem er fast í, haustum að mér einu sinni, sko, þá vorum við strákarnir vorum allir upp á planinu í Bíkó í Kópavogi, þá var snjór úti, þannig að við vorum eitthvað að spóla í hringi og svo kom löggan og hún kemur upp á mér og bara, heyrðu, þið veit ég ekki vera að þessu, ég bara, já, sorry og hann bara, já, bara farið eitthvað annað, skilur, og ekki vera að spóla hérna og keyrir upp á hinu félagi mínum og bara, heyrðu, þið ekki vera að þessu og farið bara eitthvað annað, ekki verið hérna og svo keyrðu upp á þriðja félag okkar og bara þið veistu að það ekki vera að þessu hverju? Verið að spóla hérna eitthvað? Ég var ekki að spóla ég bara, við sáum við verið að spóla nei, ég var ekki að spóla, bara komdu inn í bíl hérna þá byrjar við já, og þá var bara, þau bara, við sáum við verið að spóla, skilur við getum bara sanna, skilur við við sáum við verið að spóla, skilur við komum bara með ekki leiði, ætlaði bara að biðja að fara skilur við já, þeir reyndu að vera bílir, sko já, og þá sagði hann bara já, ok, já, við vorum að spóla, en það er mitt máli, að því að þegar þú byrjar með eitthvað stæla, þá er það bara, að því að alveg margir eins og sem eru bara, þetta er bara vinna, skilur við. Hann er bara mæti vinna, sko. Hann er bara mæti vinnuna og hann er bara, það er eitthvað spólana, það er fyrir að segja að mann ekki verið að gera þetta, skilur við. Hann var kannski að fá sér kaffi upp í stöðu og bara, fuck maður, kíkja niður á Granda og bara, hann nennir þessu ekki, hann helst þú hættir, hann nennir ekki að sekta, það er bara að vinna, það er bara hann, sko. Já, svo eru aftur á móti, sko, einhverjir sem að bara, þeir koma með planið að sekta, skilju, þeir eru komnir á það út af því að, en þá er yfirleitt að kannski búið að hringja, skilju, búið að hringja bara, lætinir og Granda eitthvað og þá er þeir bara pirraðir, skilju, á leiðinni og Granda bara, herðu, hvað fáið þetta reyra á það, slúttum þessu, stoppum þetta, skilju. Já, en þá samt líka þótt að menn séu hvað ég heitir í það, löggan, ef þú talar eðlæri þá, ert ekki með derring, svona ég held að svona 90% tilfella þá munum þeir líka vera aðeins svona, ok, bara, já, ok, þessi, bara krakkarinn að leikla sig. Það er ekki svo slæmt, sko. Bara... Það er líka bara, ef þú ert kjör á bílaplani, skilur, þú ert bara að skoða bíla, það er ekkert að því. Nei, just, ég meina, ef þú ert ekki að gera eitthvað að þér, þá má alveg mæta. Það er bara út af látum og fíflaskap, skilur, sem að löggan er að stoppa þetta. Ef allir væri bara með bílana parkera í stæðum, labbandi úti að skoða, það er ekkert vesen, skilur. Og þó til mæta, þá bara er það velkomnir. Já, við tókum, það var hann að náttúrulega bara fyrir óralöngu síðan þegar maður var svo gamall þegar Lóis hélt risa hitting niður á Granda, það voru bara frá Bíkó út að Krónunni, bara fullt plan fólk var að fara hjá Netto og klifur upp á gám hjá Netto til að ná myndi yfir allt svæðið, sko, af því að þetta var bara fullt plan og það var enginn að spóla það neitt af því að planið var bara það þétt að það gat enginn gert það. Fólk fór bara út úr bílunum, það var gott veður, labba. Það voru, ég veit ekki hversu oft löggan kom hana yfir kvöldi, hvort það var sami bíl eða ekki. Við vorum hana frá kannski 10 til miðnættis, 10-15 sinnum sem að löggan keyrði kannski í gegnum planið. Ekkert vesen, aldrei vesen, af því það var enginn að gera neitt sem var vesen, skilur. Þeir bara voru að skoða bíla. Það fór líka að muna að þetta er eðlilegt. Mikið magna fólki sem safnar saman það er eðlilegt að löggan kemur þegar eitthvað getur skeð það er eðlilegt þetta er eins og hvenær var það 1. maí hittingur Lóis eða var það bílasamkomunar RFK munið eftir hann 2000 á efri hæðin á kring neðan í Smáralindri þriðaplanið það var líka skemmtur hittingur það var bílasamkomunar ekki það var flottur hittingur það var þegar við fengum ennþá að vera í Smáralind var það ekki 1. maí hittingur
Nei, þetta var ekki fyrst. Nei, þetta var bara fyrsti sumarhittingurinn. Það var Heldum bara fyrsti sumarhittingurinn. Og svo líka einu sinni ég man að því að með æfingakstur, ég það ungur sko. Já. Hérna 2000 hvað? 16 eða 17, ég man það ekki. 16, ég var með æfingakstur 16. Og mætti ég á fíestu ST-maður sem ég átti. Hérna á með æfingakstur sko. Þá var þetta hérna niður á HR. Já. Varstu það? Það var geggjað sko. Það hefur aldrei skeitt held ég aftur, svona stórt. Eftir það sko. Nei, BMF-kraftur hefur haft hittingarlega sína þar. En já, hann var mjög stór. Og benchklubburinn þetta líka. En við vorum náttúrulega, það var að, þú veist, þá vorum við að gera stærri hittingar sko. En þessi hittingur, þessi eini sem við tala hann var risa sko, það mættu allir. Allir klubbar, fótboltaklúbburinn allir sko. Ég veit ekki, varst þú í því eitthvað? Já, við vorum allan með, ég man eftir því sko, við vorum með BMF Kraft, BMF Íslandi og Subaru Íslandi og hvort það hafi verið Cruiser sem var með okkur. Við allir vorum búin að tala saman að halda hennar hitting. Já, það var geggjað sko. Og hann var bara, einmitt, mjög stór sko. Ég held að fólk hafi þess að bara eðlilega. Það var bara mjög stillt og fínt. Ég man rétt sko. Ég man ekki eftir hann. Nei, ég man ekki annað sko. En náttúrulega bara ógeðslega mikið af fólki sem kom og hérna, já, hann var geggjað sko. Ég var á blæjunni þá sko. Ég man einmitt eftir því. Maður lagði henni hérna einhvers staðar og með blæjuna niðri og svo fór maður bara að rölta sko. Já, það náttúrulega, ef einhver að horfa sem skilur, hlusta að horfa sem einmitt skilur ekki bara, akkur ekki en hýtinga lengur. Einmitt það sem vorum að tala áðan, sem þú varst að tala þetta ástæðan, af því að fólk hafa sér svo fíbl meira og meira. Akkurat. Og þá nennir ekki að standa í þessu, sem er eðlilegt. Síðast rassu sem bara ekki Ég sko, bara eins og ef ég ætti að hugsa sjálfur í dag sko, að ég á þessum tíma þarna þegar þessi hýtingur voru, þá var ég með blæjubíl, ég parkeraði hana bara með blæjunni niðri og pældi ekki í bílnum sko. Ég myndi ekki þora í dag sko. Nei. Það er bara ekki sens, þú veist. Ekki á þessi hittingar af þeim? Nei, bara hvað sem skilur. Ég veit ekki hvort einhver myndi bara hendi ykkur inn í bílinn, skemma, skeri í þetta eða eitthvað. Eða bara fara inn í hann og reyna að stela honum, skilur. Maður bara veit ekki, þetta er bara orðið svo allt öðruvísi, hvernig hugsunin í kringum þetta í dag. Það var eitthvað pælingi í okkur á Norðurlóð alltaf í Lóis, ef að reyna að halda svona stór hittingi sem var, veist, á vegum Lóis, að reyna að vera með einhverja svona stýringu inn. Og hérna, veist, að hafa einhvern sem, veist, að keyra inn á planið, einhvern sem bara spjalliði fólki, eitthvað, veist, kannski reyna eitthvað, sko, passa upp á að sé ekki verið að gera svona, sko. Akkurat. En ég held að boðskapurinn er sá, allan, finnst mér, að ef fólk vill að verða hittingar og svona í sumar sem hefur áhuga á þessu, bara mæta, því meiri fólk sem mæti því ofta verður þetta, það er bara svona. Já. Og hafa þess almennilega, ekki vera fávitar, ekki vera rasus. Algjörlega. En ég held að við hendum Virðingin númer 1, 2 og 3. Já, bara verða allir í kringum þig og sjóma þig og ekki vera fóti. Það er bara svoleiðis. Og hafðu áhuga á öðru en sjóma þig. Það er stór sem margir þurfa að læra í dag, sko. Algjörlega. Þannig getum við þessu aftur. Ég held að við séum búin að ranta harta nógu lengi í þessu. Hérna, ég vil nokkra spurningar hérna, hraðarspurningar. Ok. Þetta eru fáar en góðar. Já, ef Fámyndu komment. Þá verður eitthvað bara hent út. Fóðu ekki almennt aftur. Já, bara hýpur upp brækurnar og bara hendur út sko. En já, hraðarspurningar. Bjór í skúrnum eða bjór á djamminu? Hvorugt, ég bara drekki ekki bjór. Ok, kvöld í skúrnum eða kvöld á djamminu? Í skúrnum. Já, læst drif eða one tire fire? Bara læst eða svoðið helst. Þannig að þetta sé aldrei í vesinn. Þú vilt ekki spóla með okkur drífubart? Harsóðið eða linsóðið? Bara alveg grjótsóðið sko. Þannig að þú spóla bara alltaf að báðum. Saltar við líka? Hvað segir þið? Þegar þú síður drifið? Já. Saltar það líka? Nei. Nei, þannig að þeir sem eru með alltaf með one tire fire, þeir eru ekki vinsælir. Nei, þú vilt koma eins og hlið, ekki vera að spóla bara á einari. Það er ekkert betur en að vera 1.90, 3.20. Nei, spóra ekki. Verri, sko. Það prófur hans verður að vera með. Þegar við tókum að þú þekkir þessu spurningu. Spóla á Michelin eða Linglong? Linglong. Allan daginn. Allan daginn.
Michelin bara afsólast sko, linglongin það allan að læra eðunum allavega niður. Já. Hafna heyrið þið, það myndi vita, linglong, eða panda. Ég keyrði bara... A set of linglongs. Ég keyrði bara á linglong eða extreme slikkonum í fyrra og það var bara geggjað. Já. Linglongs? Já. Við keyptum... Og það no joke á linglongs? Já, keyptum 70 linglong í fyrra. Þetta er bara tilviljun sko, því að ég hendi linglong hérna inni sko, ég veist ekki ná að svo linglong. Við vorum með linglong allt sumar í fyrra. Ég, Keli og Simmi, allir sem að Jón Þór keyrði nú lítið. Ég man ekki hvort að hann var með linglong líka. Braut þannig eitthvað. Já, hann braut. Skaftur í girkassan. Akkurat. Þannig að við allir, ég, Keli og Simmi, ADHD, vorum allir á linglongi í fyrra, bara geggjudekk. Það er góð tilhjóða því ég vissi ekkert að þið voru að spóla linglong. Ég bara hugsa að linglong er bara fyndið þér, allt það er linglongs. Já. En þá myndið það, bara linglong að gera linglongi. Seinna spurningin. Og þetta er svolítið að því þú náttúrulega Dragon Flying og svona dót. Þess virði það ekki, svona worth it or not. Þú vinnur Eurojackpot en þarf það að flúra drjól á ennum. Máttu ekki taka það af eða covera það, bara þarf það að vera með enn. Þetta er eitthvað 10 miljardar sko. 10 miljardar? Já, Eurojackpot. Máttu vera með hár yfir. Þú þarf að flúra tipp á enninu. Þú mátt ekki covera það með öðru flúru eða breyta það. Það er einu skilyrðin sko. Ég veit ekki hvað þetta er með þeir og alltaf. Ég þyrfti bara að vera með húa fyrir þetta er svo mikill peningur sko. Þú veist, þetta er svo mikill peningur. Pældi hvað getur samt gert gott skilur. Þú getur bara komið hérna heim bara látið malbygga braut, smíða fullt af bílskúrum og leiga öllum skúran út og þeir eru bara með bílan upp á braut. Geggjað. Það verður þá eski fyrir Grand Prix. Ég er bara með svona gúnsklippingu hérna fram. Já. Ég var með síta framan. Það voru með aftur mættur í tíma. Voru að fara í full on gúnaran sko, vera bara í North Face sængúlpu og... Þetta er svo mikill peningur sko, þetta er það mikill peningur að það skiptir ekki máli hvað fólki í kringu finnst það því þú borgar bara fyrir að hafa eitthvað aðra skoðun. Þú getur sett drjólan í miðuna og haft svona peningasæl hlýðina. Af hverju þú gerði það sko? Þetta er, ég held að ég myndi bara flúra ógeðislega mikið einhverju öðru í kringum. Já, þetta er fela. Til aðeins að svona felan. Já, getur ekki það. En máttu ekki flúra yfir hann? Nei, ég myndi bara reyna felan. Verður að smá svona border sko. Það kallar það sem dickhead. En þú ert með dickhead með 10 miljardar sko. 10 miljardar. Þú veist, það er margir sem eru dickheads með minna penning sko. Já. Það er þannig sko. Hilmar myndi ekki kalla mig dickhead, hann væri bara þú ert besti vinur minn. Ég á... Það er nefnilega... Getur aðeins aðstofa mig. Ég held að það er sem hætla við að vinna svona. Það er ekki að... Það er allt í einu, það er ekki það að þú er í dag. Allir allt í einu bara besti vinur. Og frændiðin sem eru aldrei hirtið í 20 ára bara já, mættu þetta ætti á mótið þennan 1980 Nei, ég var nægt eftir því sko. Það er svolítið hann sko. Maður þarf alveg að passa sig í svona sko. Já. Eins og eitt sagði vinnufélaginn bara já, við myndum vinna þetta hérna. Myndur þú segja öllum frá? Ég sagði hann, það væri svolítið erfitt að fela það. Já. Sorry, það væri svolítið erfitt að fela það. Það væri alveg erfitt. Nýjan bíl, ég myndi bara köpa bíla til mér einnig sko. Ég bara alla, það var bara eins og Forza Horizon 5 bara. Þannig að maður fyrir bara í stórið og fyrir bara rást. Ég hef oft hugsað þetta sko, ef maður rættir svona mikið pening, þú veist, hvort að maður ég hugsa, þú veist, eins og fyrir þennan pening, þetta er það mikill peningur að, þú veist, þetta er bara meira en þarft, bara forever sko. Já, þú myndir gera eitthvað annað með þetta, skilur náttúrulega, það er mikilvægt. Og hérna... Vestæði eitthvað gott. Já, en þú veist, ég hef oft líka hugsaði mitt bara hvernig væri hægt að gera bílamenninguna betri, þú veist, eins og að gera aðra braut, þegar þú gera braut, ég hef oft hugsaði mitt að gera braut með bílskúrum, skilur á svæðinu, það sem er hægt að leigja og svo er bara, þú veist, brautin er bara girt og það er bara hægt að leigja bílskúra upp á brautinni og síðan er bara, þú veist, getur þú keyrt úr skúrnum inn á brautina þegar hún er opin, sko. Ef eitthvað bílar, það er bara að íta honum í. Er ekki bara Ebisu? Basically þannig? Ég veit ekki hvernig það er. Það er svipað, það er svona skúrnir að út leikbröð, sko. Þetta er svolítið svipað. Þetta er svolítið svipað system og er upp í gatibíl þegar við vorum þar. Þá getur þú leikt skúra á pittsvæðinu bara í brautinni. Þú bara basically... Undir tjálti að vinna í bílum? Nei, þú ert bara inn í iðnaðarbíli. Og... Bara eins og formúla, pitt. Já, bara basically eins og við erum inn í hér, sko. Þú fær bara iðnaðarbíl
það hurð öðrum megin, þú getur keyrt þar inn frá pittsvæðinu þar, en það líka hurð hinum megin, þess að þú getur bara keyrt út inn í bara rauðina til að fara á brautina og það bara inn á brautinni. Bara svo fólk getur ímyndað sig, bara eins í formúlunni. Þar vorum við einmitt, þú veist, það var náttúrulega geggjaðir bílar í þeim aðstöðum, skilur við, þegar maður var að skoða það, sko, það er penning. Algjörlega, sko. Það er stærka menningin á Íslandi og fólkið sem úti getur komið hingað og... Algjörlega, sko. Allir sem eru að hlusta og eru bílafólk, kaupa Eurojackpot með það hlýtur einhver að vinna og nota penningin í, það skilir það að nota penningin svona. Viltu ekki bara að setja bankaupplýsingar í hérna description? Bara einhver vinnur þetta. Meðlega færa á okkur. Ég hugsa alltaf að ég myndi vinna það, ég myndi verið að opna svona stóran skúr, bara risaskúr, kannski bara skemmu basically. Sem helmingurinn var kannski bara fyrir mig og kannski nánustu, sem væri bara geimsla og bara okkar dót. Ég myndi vilja opna þetta væri svona, myndir ekki græða pening á þetta, sko. Myndir bara fjárfesta þetta í eitthvað sem myndi fá pening, helmingin af þessu eða eitthvað. Það væri bara svona hobby vinna, maður getur sagt. Ef reksturinn tapar pening, þá bara tapar pening, þú græðir svo mikið að hitt, sko. Þá bjóðu upp á, ef fólk vil tjúna bílinn sinn, fá þess að koma bara eitthvað sem er svona aðeins stærra, það er náttúrulega margir í þessu á Íslandi, eða einhver sem kann ekki á bíla mikið en langast að vera í þessu og bara, þeir getur hent kólaður í fyrir mig, þá græfið það, skilur, ef þið veitir bara eitthvað svoleiðis. Meira fyrir bílafólk, ekki bara basic verkstæði, og vera með sanngjörn verð, skilur. Það er það sem ég langaði alltaf að gera. Já, alveg sniðugt, það er basically verið með svona tuner shop, þú veist, og svo ert að modda bíla meira. Já, við kaupum bara allir með það og þú græðir brautina, ég skal græða shoppið við þérna og Hilmar græðir eitthvað, ég veit ekki. Hann verður bestu vinur okkur á meðan. Já, þú kaupir líka með það? Ég sett bara þá góðan grillmat eða eitthvað. Hilmar verður á grillinu fyrir það sem er að bíða á biðstofunni. Þú ferð að færi kóilofir og Hilmar grilla fyrir það meðan. Við erum með kaffi, við erum með hambúrgara, við erum með... Hvað? Allt í boði. Já. Þú ert að keyra heima? Nei, ekki mjög. Ok, kannski alkoholfrí. Já, það er drast maður. Það er pilsner. Nei, það er nýr. En ég held að við séum bara sáttir, eitthvað sem þú vilt. Settum við í kosmosið? Mér langar bara að hvetja alla sem að hafa áhuga á bílamenningu og eitthvað að kíkja upp á braut út af því að það er allir óslega næs. Þið getið labbað og skoða bílana og hérna í pittinum og séð og spurt fólk. Það er yfirleitt aldrei vesen. Og bara einmitt mæta á hittinga, ekki vera með stæla, heldur bara frekar að labba upp á fólki bara og skoða bíla, spurja. Og það er allir til í að svara ykkur ef þið eru að sína þessu áhuga, sko. Ef þið hafi áhuga á þessu, þá er allir til í að svara ykkur með spurningar, sko. Og eru það genuine, bara... Já, algjörlega, sko. Og við gerðum það líka bara einmitt á bíladögum í hérna, hvað heitir þetta, á einhverju bóganum, á sýningunni. Þá vorum við hérna með ADHD Racing og við vorum allir bara með bílana okkar opna. Og það var allir með svona miða, þú veist, ekki snerta, við vorum bara með sest inn í bílinn, þú veist, endilega snerta hann. Og við bara, fólk var að setjast inn í, bara að fá að halda í, þú veist, verið í körfustólnum og þú veist, sjá vökuhandbremsurnar og eitthvað. Út af því að bara að gera, reyna að fá áhugan. Og það er bara ógeðslega mikið að liði, það er fullt af driftbílum á Íslandi sem eru ekki í notkun, sem eru bara í einhverjum skúrum í geymslu, fullt af þeim, sko. Það hendur svo kerru og... Já, þetta er bara því miður að þá eru ógeðslega margir sem bara nenna þess ekki, annarkvöld nenni þess ekki, hafa ekki tími í þetta. Já, bara peninga. Já, og sumir eru náttúrulega bara einmitt farnir að vilja bara keyra úti, Noregi eða Pólandi, út af því að þetta er ekki nógu gott hérna heima. Þetta verður aldrei gott ef enginn er í. Akkurat, en það þarf einmitt, það þarf einhvers staðar að byrja, að fá fleira fólk til að mæta. Já. Og þá er hægt að reyna að gera eitthvað. Þannig að bara mæta, skoða bílana og hvenær er þetta? Hvar getur fólk fyrst með vita hvað er þetta? Driftæfingarnir eru yfirleitt auglýstar á hvort það sé bara drift á Íslandi eða AIH. Það eru yfirleitt á föstudagskvöldum eða laugardegi, fer eftir veðri. Já, AIH er ekki akstur síðutafélag? Allan á föstudags. Ég verður ekki verið, allan ekki á síðasta ári, ekki núna. Föstudagskvöld eða laugardegi.
það já, AIH sem Aksturs Íþróttafélag Hafnarfjarðar Já, Hafnarfjarðar. eða ég held að það hafi verið drift á Íslandi sem er auglýst bara á Facebook sko. Já. Og það var alltaf að mæta sko, og ef það er keppni líka, bara mæta keppni, horfa á keppni, sjá hvernig þetta virkar, pæla þess í hvað er verið að gera, þú veist, þá er á keppni náttúrulega verið að keyra upp að keilum og inn í zón og svoleiðis. Er ekki tandem? Verður tandem? Jú, tandem er náttúrulega alltaf í opnaflóknum sko, og stundum er verið að tandem á æfingum. Þannig að Og hvað er þetta? Er þetta í gamla rallycrossmyndin sem verið það bara hérna við hliðin á okkur? Eða? Jú, þetta er bara rallycross ennþá þarna í dag. Þetta er bara rallycrossbrautinni sko. Það hefur verið ótrúlega lítið á kvartmýlubrautinni eins og fórum aðeins yfir á hann. Já, það er ástæður. En Jökull stendur sig frábærlega, ég halda æfingar á hinni brautinni. Já. Og já, annarkvort á föstudögum eða laugardögum. Þannig að það er bara að mæta þangað og ekki að vera, þú veist, feimin við það skilurðu. Það var allt og lengi sem ég mætti ekki upp á braut, bara því ég var að hugsa hvað aðrir myndi vera að pæla eða að segja. Já. Þú veist, allt og lengi sko. Og svo loksins þegar ég gerði þetta og hugsaði bara, akkur er ég ekki löngu búin að þessu. Já. Bara muna að það eru allir fyrir samhlut. Já, þá byrjuðu líka allir einhvers staðar skilurðu. Þetta er líka svo lítill hópur bara í heiminum og líka í Íslandi sem er í þessu og langur yfir þessu og er partur af þessu að þetta, þú getur eignast bara bestu vini hérna á svona stað bara því að Já, algjörlega sko. Fullt af liði sem ég er búin að kynnast bara frá því að ég byrjaði að fara upp á brautina sem að ég bara tala við eða heyri í bara, þú veist, ég myndi ekki segja dagstaglega en kannski hverju viku fullt af liði bara, ég mæti upp á braut og eins og núna það var æfingu daginn og ég var upptekinn í vinnu og ég fekk bara símtöl og ég fekk bara skammir fyrir að hafa ekki mætt sko. Það var bara þú veist, ég var bara að senda á mig bara hvað ert þú svikariðinn, það var fyrsta æfing kallinn minn og ég bara, ég er í vinnunni sko, já, þú verður að gera þig tím. En þeir hvetið áfram til þess að halda áfram og vera með. Það er bara, þú verður að mæta. Þetta er eins og fyrir mig sko, ég fyrir 2 árum, ég þekkti nánast ekkert liðið í Lófi sko, það er fyrir 2 árum, ég er bara vinir mínir sem voru vinir þeirra, svo var ekki 2 árum síðan, í Vógunum, sem Almar. Hann var ekki að senda á mig bara, heyrðu, viltu koma á Lófi-sýting? Ég bara, má ég koma? Hann bara, já, okkur ekki, bara kemur með mér, ég er bara vinniðinn, bara, ok, ég vissi hvað Lófis var, ég þekkti ekki þannig séð. Nei. Svo er þetta bara snjóbolti síðan þá, að ég bara er hérna með þeim, Akkurat. Bara allt í einu, og þú veist, þetta er bara, getur gerst bara svona, ef maður er, algjörlega sko, ef maður er duglegur að spjalla og vera opið sko. Og bara þetta er nefnilega málið þú ert bara að finna fólk sem er með sama áhugamál og þú skilur, þetta er bara nákvæmlega sem myndi mæta fótboltaæfingu skilur, það er allir sem hafa áhuga á fótbolta sem eru á þessari fótboltaæfingu. Þetta er bara sama og mætir á bílaheitingar, allir sem hafa áhuga á þessum bílum sem eru á þessum bílaheiting skilur. Það er flestir. Já, það sem við vorum að reyna að gera sko. Það sem við erum að reyna að gera núna aftur. Allavega upp á brautinni sko, þar eru og meiri segja þeir sem að koma bara til að horfa, þú veist, það hefur oft myndast bara rosa góð stemming af fólki sem er að horfa. Af því það hafa allir sama áhugamál að vera að horfa á bílana, það er fólk að taka myndir og þú veist, ljósmyndarar og fólk bara að taka myndir, koma labbandi að ökumönnum og sína myndirnar sem eru búin að taka, það er allir rosa peppaði fyrir því og mér finnst alltaf gaman að fá myndir sendar, þú veist, eins og af mér því að ég er inn í bílnum á bullandi botni á ferða að, þú veist, taka hann bara svona að skipta eða eitthvað, ég er ekkert að pæla í einhverjum myndum. Nei. Svo kemur maður út og maður, heyrðu, þetta er geðveikt maður. Gaman að eiga, skilur, að því að þú ert ekkert að pæla í þegar þú ert að þessu sko. Ég líka að sé marga bara fjölskyldu fólk. Já. Bara mætti með dóttir svona og trákinn svona og það er bara geggjað að sjá. Þess þá kannski er eitthvað svo við vorum náttúrulega krakkar. Bara þannig kannski kveikna einhver neisti hjá bandinu sko. Þetta er náttúrulega snýst mjög mikið það finnst mér sko. Já. Þetta var algjörlega. Það var einu sem ég gerði þegar ég var krakki í Keflavík bara ljósróð sko. Ég hafði engin áhuga á ljósróð þannig séð sko. En alltaf fyrir 2 á laugardeginum hjólaði niður Hafnargötu maður að besta í heimi sko. Horfa á alla gamla bíluna og kemur niður götuna og geggja sko. Já. En það er einmitt bara, þú veist, málið að fólk hefur svo ranga ímynd á þessu. Bara eins og eitt sem að þú veist, ég sleppi bara nefna það skilur en eitt sem að er í driftinu veit ég að það var bara, þú veist, bara svona já, driftið skilur og svo vann hann skilur og fekk bara hei, og var í fyrsta sæti og þá var, þú veist, pabbi eða mamma skilur voru bara, já, byrju nú við, ok hann er nú bara þessu góður í þessu skilur og bara, hvað er þetta sem við erum að gera hann upp á braut
og undan því var ekki til að pæla í hvað þetta væri, skilju. En þú veist, svo allt í einu var komin einhver vinningur og þá bara býta nú í, hvað? Já, þú veist, þetta eitthvað, skilju. Já, þetta ekki bara spólu hringir, sko. Nei, algjörlega. Þetta motorsport. Algjörlega, sko. Það er svona þessi lítið hérna, þetta samt úti. Svo náttúrulega erum við með racing simulator í GT Akademíunni, þar sem að fólk getur farið og prófað. Já. Og Lóis hefur til dæmis verið að halda einhver lítil mót þar og vonandi meira og ég keypti mér sinn einmitt núna fyrir veturinn, ég ætlaði að reynda að nota hann í vetur en hann ekkert farin upp en við ætlum að henda honum upp bráðum í skúrnum, bara til þess að vera að keyra á milli æfinga og svoleiðis og yfir veturinn af því að maður heldur svo bara góðum í svona simulatorum sko. Þannig að GT Akademíun er mjög góður stað til þess að fara og pröfa þó það sé rosa erfitt að koma sér inn í þetta í tölvuheiminum. Ef þú ert orðinn fínn í því þá áttu kannski auðveldara með að koma þér inn í þetta í venjulega. Þú ert líka bara að stoppa bara í tölvunni, finnst það ekki? Já. Það komið braut, eða kákabraut upp í Ascendofors og Nú? Kákabrautin upp í komin í Assetto? Kvartmýlukrúbrautin er komin í Assetto Forza. Það kemur næst það. Assetto Corsa, já. Já, ok, ekki það. Ekki það? Ég hef kert þessa braut. Já, betur en það. Já, þetta var actually nice. Ég var á GT3 eða eitthvað. Kerðum. Þetta hringjarstismautin? Öll? Það komin. Kekja. Nú veit ég hvað þetta heima. Það er gott. Það er ekki það. En ég held þessi búin að vera gaman að spilla því. Já. Ég vona að þið fannst það saman. Já, þetta. Alltaf gaman. Ég held að sé... Jó, leiðilegur. Ég held að séum ekki svo leiðilegir. Nei. Bara pínu. Dróðum mann hingað. Starf á einhverjum skúr hérna kvöldi til. Já. Shady. Það er alltaf gaman. Það er alltaf gaman. Já. Það er að skjóta á með þetta. Þú verður að fara að keyra þetta. Já. Hann var alltaf eitthvað, hann svo er það skrifum tímar og kíkúplið og já, ok, gerum það bara. Ég bjóð þess að hjálpa þér. Hann er bara svo athyglisjúkur, hann vill hafa þetta fyrir aftan í öllum vídeóum. Já. Það er svoleiðis. Það var afsökun. Þetta er bara backdrop. Svo líka, ef ykkur vandar tattoo, endur að heyri Dragonfly. Já, eða, hvað er skallinu? Já, Iced Out. Iced Out, akkurat. Iced Out, Dragonfly Ink. Svipað. Upp á 3. hæð í kringlunni ef ykkur vantar skartgripi eða lokka eða tattoo eða bara að fara í gött, eyrun eða tungu eða nef eða eitthvað. Já, mitt. Hilmar er með flestu skartgripi, ég er ekki einu svona með neitt á mér hérna sko, Hilmar er... Þú átt Iced Out. Já. Ég er bara með úr og gítirring, það er þetta. En það lítur nafnið samt, Iced Out. Já, þetta er ekki nafn. Ef þú vilt vera Iced Out, þá veitum. Algjörlega, sérðu hérna blingið á Hilmari. Hann er allur æsaður hérna, hendi inn á hálsminnið og... Rolex, hvað? Þetta er ekta Rolex, sko. Já, hann er náttúrulega bilaði þar. Í þessum úrum sínum, sko. Þetta er ekta Rolex, sko, ekki að tjóka. Alveg, primo, sko, real shit. Þess vegna áttu bara Honda, sko, það fór allt í Rolexin. Það er svoleiðis. Þetta er tímakeið. Tímareimaskiptin eru bara hér á úllinum, sko. Já, Rolex í staðinn. Sko, ég meina, Hondan er bara að missa virðið, þetta verður upp virðið, sko. Big business. Big business. When you have money for good car, but not good watch. En þú komst allan í fyrsta tattooi og Norver búin að koma líka, þannig að þeir eru báðið með góða reynslu hjá okkur. Þannig að, en það er brjálega að gera og hérna, það er alltaf bara gaman og að fá fólk til að koma og það er bara, veist, ég er mjög ofta bara flest alla daga á staðnum og mjög gaman að fá fólk sem ég þekki, bara ef þeir eru með einhverja pælingar á flúru með einhverju, við erum bara brainstormum þetta saman og gaman að fá einhverju heimsókn, sko. Bara menn sem hafa áhuga á þessu. Herru, ég held þessi bara komið fínt. Þannig við þurfum allir að mæta vinna á morgun. Það er ekki seint. Nema þú? Nema ég, já. Vaktavinnum að gefa það, sko. Þið er bara að vakna snemma. Þú var ekkert snemma. Hvað er þú vakna snemma? Ég hringi þig klokkan 6:30. Ég sitt á sæmund. Það er bara Þetta er ekkert mál. Do not disturb á því í kvöld. Ég sitt bara airplane mode. Sett síma bara til skúr. Það er svo. Mjög gott. En bara gaman að hafa þig. Það var gaman að vera með ykkur. Bara gegga. Fylgið okkur alls þar á hérna YouTube, verður á Spotify, Instagram, TikTok, verðum á alla staðina vonandi, svolítið, verðum að vinna í þessu. Bara LinkedIn,
allstaðar, ég veit það ekki. Það heitir WeChat í Kína. Það verða örugglega fullt af einhverjum linkum hérna fyrir neðan eða hérna á hliðinni eða hérna fyrir ofan. Eða einhvers Það staðar. skiptir ekki máli. Kemur ljós, það verður einhvers staðar á sjónum, Bara- fylgist með, leitið bara. Já. Notið augun ykkar og hugan. Það finnið bara lois.is. Þar finnið alla linkana. Lóðis.is, já. Akkurat. Og vonandi eins og bólurinn ekki bakvið þig. Jú, bakvið þig, Palli. Eina útfærslunum. Fyrsta designið okkar. Þetta er sko... Þetta er bílið þinn. Já, Bara ekki whitebody. við þurfum að fá 140 mm einhvern. Það kemst ekki í kassan, sko. Það þurfum að breyta heldur bólunum. Það minka bíl. Kannski accent bólurinn, hann kannski Við minkum bílinn. Já. Og farið sakla að gera hann ægir fyrir mig. Fyrir mundur. Það erum við með fleiri hérna. Þessi OG. Já. Þetta er ekki OG? Right. Við ætlum að hætta Tvö eða eitthvað. Já, við ætlum að hætta að plugga enda allt sem við erum að gera og Það kemur nýtt merch. Allir eru spennti fyrir nýju merchi. Lois merch. fylgjast með 2025. Miklu meira að gerast. og fylgjast með aðalega YouTubeið. Lóis byrjaði þar og munum vera þar aðalega. Herru, geggjað. Takk fyrir Þetta það. var svo. Já. Nei, ekki ég, þú. Við ætlum bara að hafa það bara þess.